Klukkan orðin 4 og það árið 2015. FM 95 Blöð heilsar hér í fyrsta sinn á 9 ári. Auður Blöndal heiti ég og beint á móti með sitja tveir snillingar. Annar heiti Steindi Junior, vertu velkominn. Takk fyrir það. Hvernig ertu á 9 ári, Steindi? Alveg hreinskilinn, ég er fyllandi fín. Ég er fróandi góður á 9 ári, 2015. Og tilbúin í þetta ár? Alveg klár. En já, svo við hliðin á honum það plötusnúrinn og fadurinn Egill Einarsson. Sæll ettu, hvernig ertu? Ég hef aldrei verið betri, þetta voru besta áraðið minnur. Það? Það er 100%. Ok, og bara, þannig að þú verið vel bjartsinn í 2015. Þessi 9 dagar hafa allir verið í ruglinu. Hvað búið að vera svona mikið í ruglinu? Við bara verið geðvikir. Og ég var að hugsa bara á hann, hörru, þetta bara besta áraðið minn, það bara hann. Þetta orðið besta ár, ævans. Já, þú ert búin að eiga það góða 9 daga á þessu árið, þetta bara orðið besta áraðiðinnar. Það áttu mjög góðan bekk daginn, einmitt með þér. Já. Byrjaði ára á mjög góðan bekk, var ekki hægt að byrja árið mikið betur en það. Nei, ég spáði að þykja mig vel upp. Ég er svona nokkurn veginn svipað á mér. Ég byrjaði ára að hendi alveg rjúkandi fína eðlu, glæsilega. Ég held ég hafi aldrei náðan í að vel. Ég tók hérna eldfast mót og smurðan alveg. Þú ert að komið í ágætis æfingu. Já, ég prófaði nýja tækni og var að svona leika mér að setja dassa fín og þessu onni hana. Hún var alveg æðisleg. Það sem að fólk fattar ekki líka stundum það kannski sér þetta bara mótnana á FM 95 Blöð snappinu að þú ert bara að hendi í eðlumanninn. Ég og Egill sjáum náttúrulega þú förum inn á FM 95 Blöð snappið á hvaða tíma þetta er gert. Þú ert að hendi í eðlustundu korter yfir 5 og eitthvað. Já. Eða bara rétt bara með eðlu upp í rúmi svona rétt eftir að sofna bara með ostin í kjaftinum. Nei, þetta er kannski svona ég nýti svolítið tækifæri, kannski ef litla vaknar og ég svona þarf að fara á hendi í pela og þá hendi ég stundum í eðlu í leið. Shit, maður. Þetta hita pelan bara með eðlunum. Já, og bara kveiki á ofninum og gera allt klárt, sko. Það er nefnilega, ég teki eftir með eðlumann, það er engin tími heilaður hjá honum. Nei. Hann hendur í eðlu, En eðlumaðurinn byrtist aldrei fyrir miðnætti. Nei. Þetta er alltaf eftir miðnætti. Já, reyndar. Ég er mikill aðdónd að eðlumannsins. Já, ég elska. Ég er gaman á hann. Það er mjög gaman á honum og hann hefur gaman að ykkur. Já, þú ert að standa vel að inni. Það er einn maður sem að Egill, þú ert að fara að hætta þessum selfies að inn á Snapchatinu svona án grís. Ég með þess að sendi þér það á Facebook að ég væri ekki að djóka að inni. Sástu þegar hann fór, hann var í einhverju jólabóði. Já. Fór inn á baðherbyggju og tók selfie af sér. Hey there, head boy. Sko, er það eðlilegt bara í veistlu heima hjá okkur fólki? Sko, eina sem ég menn ef lýsingin er rétt 20.000 mann sér það. Sko, Egill meina ef lýsingin er rétt þá hendur hann sig úr og verður að taka heim. Ég fór að salerni, ég hugsaði með mér ef að ræða þessa lýsingu eitthvað þetta. Prófa að hendi hennar selfie og maður rándýr, ég varð að hendi henni inn. Og sko, erum við ekki 3 saman í þessu? Það er margir sem halda við sem eitthvað að djóka bara á snappinu. Ég sendi Agli, eftir ég svara honum á snappinu og sendi honum á Facebook, herðu, svona ángríns, ertu að fara bara inn á hérna baðherbyggi í fjölskyldubúðum að taka selfies og setja á Snapchati. Þá sendi hann orðrétt, sástu birtun á hann inni. Hann er ekki að fýblast með þetta. Það var mjög góð lýsing. Þetta var alveg hrikalega fín lýsing. Ok, ég skal bara viðurkenna eitt. Ekki vera að bakka hann upp í. 9. janúar 2015 var frábært ár. Ég ætla bara að koma, ég ætla að viðurkenna eitt. Ég elska selfie. Það er sem ég elska hendi góða selfie. Þú ætla bara að hreinsa, þú byrjar á því að hreinsa andrúmsloftið og segir við hlustendur, þú fílar það að henda þér úr og taka eina góða selfie. Ég mun líklega að henda fleiri selfies inn, ég veit ekki. Ef birtan er fín. Hvernig datt mér í hug að gefa þér ekki að selfie stick í jólagjöf? Hvað er það? Hvað er það? Já, hérna sem allir eru með, svona stönd með eitthvað selfies. Hvað gafstu með það ekki með? Já. Varstu ósáttu að sem ég gæði þér? Nei, ég er bara En kæru, hlustendur, það er komið nýtt ár og við ætlum að hefja árið með látum. Hvað ætlaru að bjóða hlustendum í skoða? Þetta er náttúrulega fyrsti þáttun okkar árinu, þó að sem komið 9. jan. Ég menna það er allir hætti með, herru, ég hef ekki gert þetta sinni fyrra. Nema hann er einn vinnu minn sem hafa kallaður, ég ætla ekki að segja hvað hafa kallaður, en á Söðukruggi þá skeit hann einu svona á sig, það var alltaf allir að djóka í skólanum. Fór hann að kúka 1 mínútu í 12? Nei, ég hef ekki kúkað sinni fyrra og eitthvað svona. Hann hendi, vinnur okkar hendi, herru, ég hef ekki farið í sturtu sinni fyrra maður. Það var enda komið 7. jan, þannig að var aðeins og seint með það tjók. En við ætlum ekki að vera með neitt svona grín, ég hef ekki gert þetta sinni fyrra. En við ætlum eins og að vera með þátturinn er svolítið undirlaður völvun okkar. Já, við fengum völvu, FM 95 Blöð völvuna til þess að spá fyrir okkur. Reyndar voru við með sikkura völvu, þú heyrðir í þínum, það voru allir með sinn. Já, ég er með eitt skegn út í bæ. Ég get lofað ykkur því að mín völva er nánast verður hárrétt. Þetta er rosalega nákvæm völva. Mér er líka bara fínt, í staðin fyrir allir tala við sama sömu völvuna. Þú eru með 3 mismunandi völvur sem er svolítið skemmtilegt. Það eru nokkra völvur og auðvitað þarf FM 95 Blöður með sína völvu. Við ætlum að gefa völvunum svona
stærri, stóran part af þætti dagsins og jafnvel að hringja í einhverja sem að koma fyrir völvun okkar. Já, hljóma vel. Svo erum við með, bara fasta lið eins og sturlaða staðreyndir, myndur fyrir cash og þetta allt, en eins og ég segi þá eru alveg góðar svona 5-6 innkomur af því að þú ert með þína völvu, Egill með sína, ég með mína og við ætlum að hringja hvað í lið og svona. Við sketum með völvu trailer. Þú sketum við. Akkur gerðum við ekki völvu trailer? Allt niður um okkur. Góður punktur. En það voru nú nokkra völvur hérna áramótin, völva DFF og svo völva fréttablaðsins, alveg hrikalega jákvæð og skemmtileg. Já. Þú ert að fara að halda fram, Sveppi þyrtibitta og ég er þreyttur. Virkilega gaman að lesa það svona nýju ári. Þetta stóð nú ekki alveg árið. En hvernig... Og Þorbjörn Þórðar, það bara farið ykkur að nafla skoðun. Já, og mér syndist þarna að Logi og konan hans, það var allt í rugli þar og þetta var rosalega jákvæð og skemmtileg. Það var þungt yfir völvunni. Já, svolítið þungt yfir völvunni. En hvernig ég mista völvunni á DFF? Var hún jafn brjáluð? Nei, við vorum ekkert þar. Egill verður rólegur árunni eða eitthvað ekki. Já, þú bara slagur? Já, sagði völvan þar. Já, DFF. Ég veit hvað skrifaði hann, sko. En hún er ekki völva, sko. Skrítið samt að völvan á DFF hafi ekki verið upp eða þig einhverju. Þið hef allt verið svo góður. Já, ég fatt það, ég skil það ekki. Ég elsku vildarvinir og lífsförunautar þeirra hlusta á FM 95 blöð hér á FM 957. Það er Steindi Jón, Auðun Blöndal og Egill Gils Einarsson sem eru mættir í fyrsta þáttin á nýju árið 2015, 9. janúar. Djöfull er maður eitthvað peppað fyrir þessu. Ég er bara, það er ekki til neitt í janúar í mér eitthvað. Nei, maður er endur nærður. Hvernig voru svona jólin og áramót? Stórkostleg. Var það ekki? Jó. Og bara... Eitthvað vitleis á okkur? Nei, bara búið mjög rólegt og kósí einhvern veginn. Já, hlaða batterín. Fyrir utan jólapíluna kannski, það var aðeins skvætt í sig þá. Já, ég heyrði nú af henni, það var nú vesinn þar. Já, ekkert okkur. Nei. Hversu mikið með ég segja? Starfsmaður FM 957 sem að, hann drakk nú ekkert meira en aðri, en bara ekki með sama þól og henni. En við skulum ekkert fara út í það er eitthvað sem ætti heim í íslensku slúður en við ætlum að fara hér í erlend slúður og ég er með ágætis pakkandi ykkur ég ætla að byrja hérna á henni Töru Reid muni eftir henni Já, og sem er úr American Pie myndunum Hárrétt hér, hún leikja American Pie en hefur nú ekki verið að gera mikið síðan hún var með eitthvað jamþætti á E-Channel sem að leiki Sharknado eða ekki hugmynd en hún hérna var með eitthvað þætti hérna á E-Channel og það sem hún var að jamma alla Evrópu og gekk ekkert alltaf vel og það má svona segja að ferillinn hafi hann er ekki á uppleið allavega Nei. En hann er nú búinn að vera á niðurleiði í mörg ár hægt og rólega það ekki Jó, því miður en hún sett inn einhverja hérna svona nektarmynda sér á Instagrami sitt og eitthvað svona nude pic og nú eftir þessa mynd þá var eitthvað að gerast klámfyrirtæki hérna í Hollywood sem að er búið að bjóðinni núna $1 million fyrir að gera svona sextape og þá er að tala um að hún myndi ekki leika í leikstýrðir klámmynd Nei eins og ég veit ekki munin er einhver munur á þessu en þá er hún ekki klámleikona heldur myndi hún leika í að sextape þar sem hún stjórnar sjálf myndalinni eða ásamt görnum sem er með henni og bara svona eins og það hefur lekið En einhverjum sem er þið væntanlega skaffað í hlutverki Já, ég meina, ég efast að vinir hennar að kærast að sé að bjóða sig fram, sko. Nei, mynd. Og hvað, er komið svar frá henni? Nei, hún er ekki búin að svara þessu. Og, þetta er nú bara eitthvað sem á heima í myndur fyrir cash. Ég spyr ykkur, drengir. Hvað er mikið cash? $1 million, 130. Það er bara hann. Myndur fyrir cash er á eftir. $1 million. Ekki svara. Ég ætla að hafa þetta bara neð á eftir. Það er bara hann. Við fáum smá tíma til að hugsa þetta. Þetta er alltaf sem er að gerast á Tara Reid og... Já, ég held að síðasta myndin sem hún lék í hafi verið Sharknado 3. Já. Sharknado 3. Sá ykkur 1 og 2. Þetta er inn á Netflixinu, það koma svona hvirfibílar sem koma einhvern veginn upp úr sjónum og það eru hákallar inn í hvirfibílum. Þetta er rosalega vond. Þetta er góð vitleysa, sko. Já, hún lék í 3. myndinni. Hún leikir 3. myndinni, akkurat. En svo er ég með meira slúður hérna og Jennifer Lopez, hún gerði það gott áramótin. Hún hélt svona tónleika í Vegas, eða var með sjó í Vegas, Caesars Palace og fekk hvorki meira en minna en $410,000 fyrir það sem er svona tæp $500,000 þannig að hún var að fá um 60 milljónir fyrir þetta gig og nú er Caesars Palace búið að bjóðinni að fá $475,000 fyrir hvert sjó og hún er að fyrir hvert sjó og hvað ætlar hún að taka mörg sjó? Þá er hún sennilega að fara að taka bara svona Britney, Elvis Presley á þetta og er að fara að performa bara í Vegas
það ekki bara draumurinn? Það eitthvað til að skamma sín fyrir að því að hérna stendur sko í greininni að vinur hennar eina sem að hún hræðist hvort hún sé komin á þennan stað á sínum ferli að hún þurfa að hanga í Vegas. Það eitthvað að hanga? En sko henni vantar ekki aurinn. Það getur hún ekki verið. Nei. Vantar henni ekki Nei, það getur ekki verið. Hvenær no? Vill hún ekki alltaf meira? Einmitt. En maður er svona haldið að svona kannski liði í þessari stöðu myndi bara gera svona það sem það vill gera. Já, góða punktur. Á kannski nóga penning og... En ég held að hún sé að fara að taka þetta sig. Það voðalega erfitt að neita 60 milljónum á gig og það að bjóða að taka ansi mörg. Það alveg rétt. Þannig að, ég allavega, ef að ég myndi þekkja J-Lo, þá myndi ég náttúrulega í Team J-Lo, ég myndi bara kýlda á það, maður. Algjörlega. Og bara hafði gaman. Virkilega fín kona. Og herðu, það Miley Cyrus. Ég held að fara að segja Magla á Kölkin. Þú tókst emmið þarna. Þú svona hegst svolítið á því Miley Cyrus. Ég held að fara að taka Magla á Kölkin. Anskoti hvað ég verið til að heyra hann. Vænt að lána það með Miley. Ég er mikill Miley maður. Ég veit allt það, ég held allt Ísland veit það. Og hérna, það var verið að brjótast inn hjá henni núna í 3. sinn. Nei, og þjófarnir náðu slatta úr húsinu. Og þetta heimil hennar. Gæti actually verið Magla Kölkin sem bröðst inn. Þetta var heimil hennar. Hann á dælunni og með allt lóðrétt. Hann á dælunni núna? Hættu með þessa dælu. Það get ekki talað fyrir kleinurring. Þú ert að geta kleinurring að drulla við að Kalli Kölkin í FM 95 blöð þetta á föstudegi. Afsakið. Og ég er ekki eins og ígjað. Þú ert að geta donut að rakka niður þinn mann með Kalli Kölkin. Segja hann sé á dælunni að ræna Miley Cyrus. Hvað veist þú það? Afsakið svo, ég ætla ekki að halda áfram að ég skal geima kleinurringin. En svona í lokin, akkur heldur alltaf hann sé á dælunni því að náðast einhver slæði mynda hann manni hóraður? Nei, er hann ekki bara hóraður? Er hann ekki bara mjög sjopulegur og menn er það ekki bara vitað? Er hann ekki á dælunni? Nei, ég held að það sé ekki, það er ekki komið neitt í slúður eitthvað, hann sé eitthvað á dælunni sko. Ég held að hann sé búin að vera, hann er að hala sig upp sko, ég held að. Er að hala sig upp? Hann er vaxstjórinn eins og hann er kallaður, úti. Hvað gerir vaxstjórinn? Hann dregur fyrir þegar partíð lengist. Þegar komið sól úti þá tekur vaxstjórinn hérna stöðuna á partíð og dregur fyrir. Já, vitið það, kæru hlustendur, Macaulay Culkin, hann er vaxstjórinn á dælunni að núti. Þetta var slúðrið hér í FM 95 blöð. Hér strax eftir auglýsingar. Fyrsta völva dagsins og myndinni fyrir cash, ekki voru. Hverjir er að fara að lendi í völvunni? Þetta er spennandi. Við byrjum að minni og ég get sagt ykkur eitt í völvunni minni þá gæti þurft að hringja í Loga Bergmann. FM 957 í samstarfi við Sushi-barinn Suðurlandsbraut býður í hádegisverð alla fimmtudaga. Sushi-barinn hefur opnað glæsilegan stað á Suðurlandsbraut 10 og í tilefni þess ætlum við að bjóða þér og vinum þínum eða vinnufélögum í alvöru sushi-veislu fyrir alltaf 10 manns. Skráðu fyrirtækið þitt eða vinahóp inn á fm957.is og þú ert komin í pottinn. Rikki G dregur út vinningsafa á hverju miðvikudegi og ef heppnin er með þér þá ert þú að fara með þinn hóp í hádegisverð á Sushi-barinn næsta fimmtudag. FM 957 og Sushi-barinn, Suðurlandsbraut 10. Skál fyrir þér. Viking léttöl. Útsala í Nýherja. Nú er tíminn fyrir tækniframfarir. Alltaf 20% afsláttur af Lenovo fartölvum og alltaf 40% afsláttur af Sony sjónvörpum. Nýherji. Við tökum á okkur hækkun virðisaukaskatts á bát dagsins. Hann verður á sama lága verðinu eftir áramót aðeins 549 krónur. 7 mismunandi bátar alla vikuna á aðeins 549 krónur. Subway. Ferskleiki er okkar bragð. Ert þú debit- eða kreditmanneskja? Hjá okkur skiptir það ekki máli þar sem við tökum við öllum kortum. aha.is. Tilboð, verslun og veitingar. Fyrir 320 kall og með smá heppni getur þið séð Titanic með eigin augum. Flakið, ekki myndina. Slepptu henni. Eurojackpot, förstu dagur til fjár. Samfum kynir American Sniper, ein besta mynd Clint Eastwood til þessa. Yeah, she's got a grenade. She's saying to the kid. You say a woman and a kid? You got eyes on this? Can you confirm? Negative. Bradley Cooper sýnir stórleik og er talinn líklegur til afreka í Óskarnum í ár. Algjörlega frábær mynd sem gagnrýnendur vilja meina að sé besta mynd ársins. American Sniper, frumsýnd 16. janúar. Nú færðu Nike í Líkam og lífstíl Kópavogi. likamolifstíls.is. Ertu farin að huga að kvöldmatnum? Dirty Burger and Ribs. Miklubraut, beint á móti Kringlunni. Alltaf á föstudögum. 2 harðir og 1 lunga mjúkur.
Rihanna og Umbrella. Aha. Þetta lag á líka ágætlega við Ísland. Það einhvern veginn alltaf rigning hérna maður. Já. Dimmt yfir, rigning, snjór. En við erum hins vegar ekkert að láta það býta á okkur og erum í Fittlandi fínu skapi hér, strákarnir. Og já, það eiginlega bara komið að fyrstu völvu dagsins. Já. Er það ekki? Það bara hannig. Og já, við vorum að spá að byrja á minni. Það er þín völva. Já, ég með völvu hérna út í bæ sem að ég hafði samband við. Já. Þetta er eldri kona. Já. Mín völva er til dæmis á Kjaranesi, það er ungu strákur. Þetta er misjæmt eins og þetta er. Þetta er mjög misjæmt. Ég má alls ekki gefa nafn hennar. Nei, það er vist reglunar í þessu. Hún tók það alveg sérstaklega fram. Ég má ekki ræða hver þetta er. Nei. En topp eintak og ég veit alveg hvað hún að tala um. Og ég fekk svo sem ekkert enda að byrja á minni. Ég fekk ekkert rosalega marga punta í henni því að hún var aðeins í því. Já. Og ég var að trufla hana aðeins. Þannig að hérna, ég gæti ekki fengið mikið frá henni að þessu sinni. En ég ætla að enda á Loga Bergman. Ég ætla að hringi hann. Hann er náttúrulega í völvunum minni líka. Luigi. Já, Luigi Bergman. Enda á honum. Sko, þetta er voða einfalt hjá minni, sko. Minni völvu. Okay. Það stendst eiginlega pottet allt, held ég. Hún vildi meina Ásgeir Kolbeins myndi kaupa sér hárvörur á árinu. Já, það er 100%. Það er ekki ólíklegt. Nei, það er bara ekki ólíklegt, það er 100%. Það er bara 100%, já. Og Ragnhildur Steinun stendur sér vel á árinu. Ég var einmitt að hugsa þetta um Ásgeir Kolbeins. Ásgeir Kolbeins strákar. Ég var að vonast til þess árið 2015 að hann myndi koma aftur með sitt orginal hár. Vera rauðarður 2015. Ég held að geti komið sterkur í þannig. Það var líka bara svona statement hjá hann. Já, bara Hólbarinn er dökkarur í dag. Já, en okkur heldur hann vil ekki fara aftur í rauða með svona statement. Það geti bara verið svolítið flottur þannig, sko. Hann elskar að vera dökkarur. Hann er hávaxinn og dökkarur og myndalur. Og svo er ég með hérna, ég held að hún veit nú alveg að við erum saman í þættunum Steindi, en þú ert í völvunni minni. Nú, og hvað? Steinþór Róa Steinþórsson, hún kallaði ekki Steindi Junior, gaman fullt nafn, gaman. Steinþór Róa Steinþórsson. Þá er eitthvað að vera að fara að skamma mann, sko. Er það? Það ekki? Nei, þetta er svo sem alveg þetta er jákvætt fyrir þig. Já. Steinþór Róa Steinþórsson finnur nýja sjoppu í Gráinu til að reykja fyrir utan og slæri gegn hjá úlingum þar í hverfinu. Akkurat, nýja sjoppu. Hvaða sjoppu er það? Hún verður búin að fá sér vel, þessi völva, eða ekki? Nei, hún var að fara að byrja að fá sér. Og svo er ég hérna, sko, nú þarf ég að gera síman hérna tilbúin, því að svo er ég með Logi Bergman í völvunum minni líka. Já, og á ég að lesa, á ekki bara að lesa fyrir hann. Jú, lesa það fyrir hann. Og ringja í Loga og fá hérna, er ég maður að sé þessu meistara? Já, tjekkum ánum, ég ætla að lesa fyrir hann, já, hvað gerist í völvu spanni hann. Tjekkum ánum. Halló? Er það Logi Bergman? Já. Komdu sæll og blessa að þú ert hérna í beinni útsendingu á FM 95 blöð. Hvað er að frétta, Logi? Hvað er að frella? Hvað er að frella, maður? Bara allt fint. Hverjir eru það með þig? Herðu, þetta er ég og hinn háttvirti plötusnúður Egill Einarsson. Sælliti. Og háttvirtur leikari Steinþór Róa Steinþórsson. Já, sælliti. Já, bollan, já, ok. Bollan. Við ætlum að byrja því, Óskar, gleðilegt nýtt ár. Já, gleðilegt ár, Logi. Sömuleiðis. Og við heyrum að þú ert léttur eins og alltaf. Það verður að vera léttur. Verður að léttur. Herðu, þannig er mál með vexti að, já, við erum að fara svona, það er komið nýtt ár og við fengum völvu senda hérna til okkar í FM 95 blöð. Nei. Jó, utan hún bara, nei, það er ekki svona mikið fá þetta. Herðu, það er ekkert við okkur að sagast, við þekkjum bara skegg. Það er ekki okkur. Nei, og það vill svo skemmtilega til að þú kemur fyrir í völvunni. Völvu FM 95 blöð? Já. Þetta er mjög þekktu miðill sem við erum að fá þetta frá. Þannig að þetta eru svolítið áræðanlegar heimildur. Ég ætla að spá, ég ætla að spyrja hvort þú kannast eitthvað við þetta. Við ætlum ekki bara að lesa þetta upp. Jú, á árinu mun fréttamaðurinn Logi Bergman Eðsson kynnast yngri manni og verða þeir meira en bara vinir. Stendur hérna. Þetta er eitthvað gauð sem þú þekkja, Logi, eða hvernig er staðan? Er þetta ekki bara þú? Þú er ekki átt kæristu þarna síðan dag. Þetta er ekki bara verið þú. Þú er yngri. Nei, ég veit það ekki. Ég vil það gæti verið. Kemur það fram hvað hann er gamall þessi? Nei, bara yngri maður. Ég er enda vissulega yngri baður. Já, þetta er yngri en þú ert ekkert í sambandi við eitthvað svona yngri strák eða mann? Einhver nágranni eða einhver svona nálættir? Nei, ég veit, þetta er engin. En hefur einhver tíman, Luigi, hortka sér sjónvarpið, séð gilsarana eða einhvern annan sexy gæi og bara, wow, ég var til í að taka klukkutíma með þessu meistara í ykkur röggi? Nei. Þú ert ekki, þú liggur bara í aðra áttina.
Gaman því að var að detta inn hérna að völvusbóðum mín líka. Það segir að þessu ári gerist að loksins þú fóði lækningu við kynfæravörstunum, veit þið. Egil spenntur að lyfjaprófi og steindi nær markmiðinu sínum 60% 40%. Hættum að tala um Lóa Bergman. Hann búin að pakka okkur saman. Jarð okkur. Þú nefnum ekki að tala þig, bless. Nei, lífum alveg. Áttu við ekki að láta hann heyra það? Það ég ánað með Loga. Hann bara, hann tók ekki langan tími að kornera okkur bara og jarða okkur. Nei. Það basically pakka okkur saman. Það eru try to keep the gloves up, maður. Við verðum eiginlega hægt að ringi í hann, sko. Kynfæravörstunum að hverfa, ég að fara fitt upp í 60%. Hvað sagði hann þig? Ég fell að lyfjaprófi. Ég er að taka clear muscle. Rílíkt KO, ég er ekki á styrum, sko. Þetta var Logi Bergman og gaman að lesa fyrir hann. The joke was on us. Hey, this is Mark Ronson. Hey, it's Bruno Mars. Before we leave. Nei, þetta geggja lag. Ég ætla ekki að vera rólur. Hefur þið heitt Blow My Whistle Bitch með DJ Alligator eða? Ekki bara setja þetta í sama, sömu kategóriu. Uptown Funk með Mark Ronson og Bruno Mars. Ég held að þetta lag kom bara öllum í gýr í dag. Sveimir þá. Við erum í gýr, þurftum svo sem ekki þetta lag til, en það komið að dagskalið sem var reglulega hjá okkur 2014 og verður nú eitthvað svona inn í 2015. Við ætlum nú að reyna að fara hendi í nýja dagskalið. Spurning hvort að þessi þurfum við þá að víkja. Stráka, vitið hvað dagskrali? Ég væri til að rifja hans upp. Ég væri til að fara í flauta fyrir flík. Flauta fyrir flík. Það var alltaf ég að fara út og enda alltaf á nærbuxuna, frábært. Já, senda einn út í snjóinn, maður. Já, það má alveg skoða það. Það má alveg skoða það. Í snjóinn, Jesus. Ég ætla að taka það í lok þáttar, maður. Það þarf eiginlega að vera, það eitthvað mikið að vera og mikil umferð. Já, mikil umferð, þá bara flauta fyrir flík. En Blöð, hvernig var þú myndir Push the Pink Button? Já, ok, það komið nýtt ár. Nýtt ár. Það allir búin að heyra myndir fyrir Cash trailerin. Þarf ég að vera með hann? Sko, ég segi, nýtt ár, höfum trailera fyrir allt sem við gerum. Já, ég er sammála. Bara öðrum að fara í þetta, trailer. Þetta, yes, trailer. Trailer. Það þarf þá að stytta þennan trailer, maður. Would you like to have pockets full of cash? Sinns getur dagskalurinn hafist. Trailerinn búinn, hann ekki eins og búinn, sko. En, já, þið tilbúinir í myndir fyrir kærstrengir? Já, ég ætla Ég er klár. Ég ætla alveg að hreinsa hugan. Já, við vitum að, þú varst ódýr 2014, kannski... Já, ég veit það ekki. Er það? Ekkert alltaf, sko. Þú sagði mjög oft já. Já, ég átti það til að segja já, en ég ætla bara að hreinsa hugan og ég ætla bara að vera alveg hreinskilinn. Það er bara svo. Þá vil ég fá svar við spurningur sem ég spurði í slúðurinn áðan. Þá var verið að bjóða Töru Reid $1 million fyrir að láta kynlífsvídeó með henni leka á neti, en hún myndi samt fá einhvern leikara með sér í það. Akkurat. Eða svona stjórna því. Og ég spyr ykkur drengi, myndi þið gera þetta fyrir $1 million? Ég veit ekki miljard. $1 million er bara... Það er 120 miljónir. Það er alltaf illa séður að fá einhvern leikara í þetta. Nei, þið myndu náttúrulega að þurfa að fá konun eitthvað með. Það má gera þetta þegar, þú veistu, svo nú er steindið, hann er hot shit. Og steindi hot shit. Já, veitu hann er hot shit. Lífið hans er ekkert... Ætlar að fara að mótmæla því eitthvað? Nei, ég er bara að reyna að fatta hvað hann var að fara. Já, það er lífið hans er ekki in the shitter. Hann er að, þú veist, fólk notar þetta í Hollywood þegar þau eru ekki lengur hot shit, þá leka þau í gæðsalum sexvideo og verða aftur hot shit. Svona eins og Tara Reid. Já, má Stonefucker leka sínu vídeo þegar hann er ekki lengur hot shit, kannski eftir 15 ár kannski. Já, að geima þetta eins. Já, það, getur samið það? Já, hver finnst þið þá í Íslandi ætti að vera að gefa út svona vídeo núna? Það er góð spurning. Friðrik Ómar? Hvað, hann er alltaf með eitthvað tónleika. Hann er alltaf með eitthvað í hörpunni. Jókvann? Hann er með honum á öllum sem gegum. Hvað er á móti Jókvann? Ég er ekkert á móti, þetta myndi bústa Jókvann og... Þeir myndi setja að kynna sér. Hvað vill ekki bara neymdroppa Pál Rósinkrans og Matta Matt og fleiri sem er að gera það fínt? Allt topp söngvarar. Nei, hann þarf ekki að bústa þetta. Þetta er allt topp söngvarar. Þröstu 3000? Já, Þrössi 3 geti slætað í eitt sextape. Já, og Friðrik 2000. Já, með afróði. En ok, Egil, þú segist ekki gera þetta fyrir $1 million. Nei. Steindi Junior. Já, ég held ég vera sammálaagli. Þetta er ósmekklegt og... Nei, ég ætla að segja nei. Þú og konan? Já, nei, hún myndi ekki taka þetta í mál líka. Ég ætla að segja nei. Ég er náttúrulega ekki með konabætt, maður gæti þetta að skoða þetta. $1 million, sko. Mér finnst þið full eitthvað kokki að segja bara nei. En ef myndum spekla þetta og þú mætti vera einn í þessu sexteipiðinu. Heitt hristingsvídeó með blöðunum. Það færi er svo eldur. Vá! Myndur þú hristaði fyrir $1 million og senda á neti?
Það nú síðan sem við getum gert þetta bara og fengið engan penning fyrir á Snapchatinu. Ég er ferskur. Herru, ég veit það ekki. Þið hafið ekki heyrt það? Það var að opna einhver Snapchat-reikningur sem... Sölífið hana. Já, og það einmitt akkurat svona krakkar að hrista sig bara og senda þetta inn. Þetta alveg hrikalegt. Akkur ekkert hissa að þú sett komin það inn. Enginn að taka penning fyrir. Þú búin að skoða það. Nei, ég er búin að vera að skoða það. Já, frétt þetta bara á félaginu með þig. Þetta er út um allt. Þetta er á Vísi, Devaf, þetta er út um allt. Út um allt. Það sagði frændiði frá þessu. Var besti vinuðin á þinni. Næsta spurning. Mundið fá drykkjuþol Rikka G fyrir 5 milljónir íslenska króna? Ég ætla að henda strax í þetta er nei. Þetta er mjög einfalt nei, viðurkenna. Ég gæti ekki verið gæinn sem þarf ekki nema að þefa af tappa. Ég geti að fá sér 2-3 bjóra og vera svo bara með all lóðrætt niður sín, ég bara nei við þessu. Eftir að tekið nokkuð djammi Rikka G, þá bara, eins og ég sagði við hann daginn, okkur tekur hann ekki bara með sér kippa malt á djammi. Já. Hann höndlar bara ekki. Er það ekki 2,25 í því? Nei. En ég bara í svona pilsnir. Já, okkur tekur hann ekki pilsnir? Hvað erum við að tala um? Hvað þarf Rikki G marga bjóra til þess að vera bara mígandi fullur? Það þarf 1 bjór. 2 til að vera komin á Trúnó. 2 til að vera komin á Trúnó? 5 og hann kemst ekki heim. Það er ekki rétt. Jú. Er það? Já. Er hann ekki með eitthvað fleig inn á sér sem hann er að sippa á eða eitthvað? Já, eða... Búin að fá sér heima fyrir eða eitthvað? En ég meina, ef við lítum á þetta kæslega séð, hann þarf ekki eða miklu til þess að vera hammered, sko. 3 bjórar. Já. En ömulegt að geta ekki verið að södra svona bjór, skilur við með félagunum. Færðu að horfa leik bara klukkan 5. Já, tekur einn yfir leik út úr nóbrölu. Já, getur ekki farið heim eftir hann. Þannig að þið myndið báðu segja nei við 5 milljónum og fá drykkjuþóla hans. Ég var til að vera bara með drykkjuþól. Ég er með fínt drykkjuþól og vil halda því við. Já, enda í góður æfingu. Svo er það hérna síðasta. Er það ekki einhverju bjössar í kvöld eða? Síðasta myndurinn fyrir gæs myndið verið með 3 augu fyrir $1 miljard sem eru 120 miljardar. 120 miljard? Augu? Jésús. Hvar er augað? Er það á enninu eða? Á milli? Já. En þú getur alltaf falið, þú getur verið með lepp. Þú getur alltaf verið með lepp. Nei, menn ég spyr. 100, ég ætla að segja já við þessu. Alltaf. Nei, ég nefnir ekki með 3 augu. Negativ. Það var með 1 á enninu, hvað mennur þau? Negativ. Þú ert að hlusta á FM 95 Blö, á FM 957. What's up y'all, I'm Beyoncé. Topp tónlistarstöðin á FM 957. Þú ert að hlusta á FM 95 Blö, hér á FM 957. Það er svo mikil stemning í stúdíunum, strákar, að ég er gjörsamlega að fara yfir Má ég segja hlustundu hvað var að gerast hérna fyrir þeim? Akkurat. Við Steindi við erum veislustjórar í kvöld og förum beint eftir Gigi. Það ætlum við að koma við hann sem var mér því að Gigi er rétt þar hjá, en hann var að geta kleinuring í stúdíónu og það fór sulta úr kleinuringnum hans á skirtun hans og hann bara farið upp í mosu og skiptum skirtu. Já, mér finnst það nú bara... Er hægt að vera meira svín? En sko, hérna, ég skil ekki akkurat að segja frá þessu, en ég get ekki mætt svona, það er alveg, gefur auðvitað. Ég lánaði skirtum. En það er ekki að sem skipti máli núna, skirtana Steinda, heldur Egill Einarsson. Já, ég get lesið það sem, ég fekk sent völvunum minni. Það kom að völvu? Já, getur þú sagt okkur eitthvað frá þinni völvu eða? Ég veit að Lindamál og trúnaður og svona en... Þetta er kallmaður. Já, í Reykjavík eða? Hann er milli 40 og 50. Já. Mjög skegg. Toppaldri? Mjög skegg. Hann það skegg, hann getur ekki farið úr húsi. Það sé bara að dáða fólk út allt. Já, ég skilji. Hann er bara heima á sér. Alvöru völva. Það er svipar enda með konuna mína. En þetta er ekki svona blöð bara með hérna völvunars blöð mjög settleg. Það var drikkvægt og viðbjóðsleg. En sko, minni er svipaður. Ég er með sko ungan strákrendar sem er hálfblindur og býr á Kjalarnesi og fer ekki mikið brúsin. Þetta er að sjá hann að vera að ferða. Er þetta pínlegt ungan dreng? Nei, bara sko, hann má ekki fá ómikla byrtu og eitthvað svona, hann er náttúrulega pullandi einhverjur og allt þetta. En mín völva er með svona pingu meiri texta en þín völva blöð, þannig að þetta er við nokkur atriðina. Mín völva er bara, she gets straight to the point. Hún sagði bara, Logi Bergmann myndi kynast einhverjum yngri dreng, yngri manni og vera með honum og Steindi myndi finna nýja sjoppu til að reykja bakvið og Áski Kolbens myndi köpa sér Hann er alveg með þessar sjoppur og ég er alltaf reykjandi bakvið. Þetta er ekki hægt sko. Nákvæmlega, þú ert að fara að hætta þessu. Hætta þessu, heyrðu, það er verið að spurja mútum allan bæ út af þessu. Þetta er alveg hrikalegt. Ég er ekki að þessu, hvað er að þetta? Ég ætla að fá þið til að vera á tánum blöð því eftir ég er búin að lesa völvuna þá ætla að hringi í Jón Gunnar Gerdal. Er Jón Gunnar við þinni? Ég ætla, í staðin fyrir að lesa upp að sem völvan segir John þá ætla ég að lesa það fyrir hann. Já, viltu ég sé tilbúið með númerið? Já, hann ætla að byrja bara að lesa með
Völvan segir, Siggi Hlö, einn frægasti stuðpinni landsins, breytir lífstíl á árinu, leggur frá sér hamborgaran og koktelsósuna, fer í kjúklingabringun og brokkolið, kötta sér niður og fer á svið páskana. Nei, Siggi Hlö að fara í fitness. Siggi Hlö að fara í ræktina. Það eitthvað sem ég var til að sjá. Hversu duglegu þyrfti, gætirðu tekið hann og græða hann fyrir þetta? 100%. Þannig að hann er að fara að keppi fitness. Þú kemur hún nú ekki á svið fyrir páska, eða það? Svona í hreinskilni. Sko, Siggi Hlö er, hefur þið séð hann eða? Þegar hann hjólar í eitthvað og gerir hann alla leið, sko, fylgur meistari, sko. Metnaðarfullur og, já. Hvað heitir bestu vinnur hans? Valli Sport, sko. Já. Var enginn farið oftar með a winning team til Eurovision en Valli Sport? Já, einhver ætti að þjálfa Sigga Hlö líka fyrir fitness. Valli Sport hefur keppt í fitness, sko. Það var ekki Valli Sport gamli umbóðsmaðurinn þinn? Ég elskaði, þetta rifur gamla góða tíma. Akkur er sko Valli Sport, það var náttúrulega umbóðsmaður Mercedes Club. Akkur er hann ekki ennþá með því? Við erum með þá mjög góðu vinnur, sko, en það er bara góða punktur, okkur ræði hann ekki. Besti punktur sem ég ert. Ég elska alltaf að keira í Mercedes-rútunni, hún var að fá leiðin í gott gig. Það sko Mercedes-rútunni er þetta bara eitthvað leigubíl, sko. Já, þetta hefur verið eitthvað gömul Toyota. Ég elskaði ekkert með það. En opna mér einn ískaldan og segja við Valli, segðu mig söguna enn að ferðina og keftir í fitness. Og tekki fitness-söguna hans. Það er besta að saga sér hér. Kefti Valli í fitness? Hann kefti í fitness. Já. Við verðum að hringja til Valla Sport, segðu fitness-söguna henni. Hann fór á svið, það er það sem gerði. Þá getur hann þjálfa Sigga Hlö. En Sverrir Þór Sverrisson, eða Sveppi, mun eiga besta ára ævi sinnar. Hann mun eignast tvíbur á árinu. Hvað er hann með mörg börn þá? Býtu þá bæði Sveppi og Hugi eignast tvíbura? Ofur-Hugi eignast tvíbura? Já, einmitt. Og hann gerir nýja kvikmynd, farið vel yfir 35.000 manns og hann og horfir á bankareitningin keirast upp. Ennina ferðana mun að samt eiga misjafna tilhörn í ræktinni, hættur að borða brauð, léttist mikið og hratt, en sinni loka ás springur hann og verður spikfeitur, fljótt aftur. Þannig að þetta er satt 90% jákvætt á Sveppa hana. Já, mjög gott að honum. Egil, nú erum við svona nýbakaði feður. Ímyndaðir að vera með 2 gríslinga. Þetta væri alvöru challenge. Ég veit ekki hvernig Húgimenn og Sveppi eiga að fara að þessu, sko. Því miður, sko. Nei, doppula blegjum, doppula öllu. Maður fyrir hausinn. Maður veit ekki með Sveppa hvort að völvan þín sé samspá, en Hugi er náttúrulega á leiðin í þetta. Það er ekki eins og hann sé einu með landinu með tvíbur og sann. Nei. En Ríkard Óskar Guðnason, eða Rikki G, eins og hann er kallað, lendir í því óheppilega atviki að skýta í sig í miðri knattspyrnulýsingu í Pepsi-deildinni í sumar. Það er leiðilegt. Og þetta Það er leiðindar. Völvan þín er hún 5 ára? Nei, hann er milli, ég sagði að hann er milli 40 og 50, ég var að segja þetta Ríkard hefur verið þekktur fyrir líflega lýsingar og komið sterkur inn sem íþróttafréttamaður. Ríkard er einmitt aðeins og þungur eins og flestir íþróttafréttamenn, en hann verður að lýsa leik Stjörnunar á KR og þegar mark kemur leikinn missir Ríkard sig eins og svo oft áður nema núna með fyrirgrendum afleiðingum. Það er ekki gaman. Sérst að skýtur í sig hana. Það er ekki gaman að taka það á árunni. Ásgeir Kolbeins sem verður lagðurinn á Reykjalund eftir að hafa rassamælt sig yfir sig. Er það? Út af slúðurinu. Er það ekki frekar spesið? Hann er komið með bara svona sár í rassinn. Þú varst náttúrulega með það í slúður. Hann er náttúrulega háður rassamælum, ekki? Jú, þú veist, það hefur maður heyrt allavega. En hann hefur rassamælt sig oftar en flestir. Fær sér stíla og svona, ef það er lögadagur. Og sér ekki með rétt hérna. Blikar mun eiga frábært ár. Lífið mun leika við leikmenn Breiðabliks og alla þá sem halda með Breiðablik, en Breiðablik eru Íslandsmeistari í meistaraflokk karla og kvenna. Til hamingju Blikar, segir þessi meistari sem skrifar þessa völvu hérna. Það er bara nákvæmlega sem Stjarnan gerði núna. Jón Jónsson tekur tappan úr flöskunni á árinu. Eftir 30 ára þurrk ákveður hann loksins að byrja að drekka. Jónsson? Ég er ánægð með hann. Ég held að hann sé líka komin á þann stað í lífinu að hann treystir sjálfum sér. Margir þekkti drekkjumenn fagna þeirri ákvörðun hjá honum, eins og til dæmis Steinþór Hróar. Akkurat. Allir verður ekki eitthvað baka sjoppu og platan í það. Fá sér Narelli með mér eitthvað í gráin og baka sjoppu. Verður þú með honum að fyrsta tjamminu? Ég var reyndar alveg til í það. Já, ég líka. En síðan segja hann en Jón lendi svo í því leiðandi atveki að verða fullur og reyður á balli á sér og brýtur gítarinn á haustnum á einu manni á ballinu. Þannig að þetta enda kannski ekki alveg nú vel að John Johnson verið svolítið en fullkomni svonur Íslands eitthvað nefn. En þá bara næst síðasta ballun eftir sem ég mátti hringi John. Egil Einarsson eða Gilsi
mun ég á stórkostlegt ár. Gilsið. Ertu með sjálf á því Hún var vonunni? náttúrulega að senda þér. Hann mun rakin cash, styrkja tróðalega og vera skafindinn að beinu mitt sumar, segir. Þetta, ég er að fara að hanga meira með þessari völvu, sko. Ég er meistari. Vá hvað þetta kemur óvart að skuli allt ganga svona vel hjá þér. Þú mátt endilega heyra í Detective Gian Gunner. Já, ringja hann núna. Já, bara... Já, þú ert ekkert búin að segja, þú ætlar að lesa bara upp. Já, ég lesa fyrir hann bara. Já, finna númerið hans. Getur þú sagt, er þetta jákvæðið eða neikvæðið? Já, svona jákvæðar kanturinn sem Fyrir Jón Gunnar? Já. Það nú gott, maður, hann skilið eiga gott árkallin. Það er hérna þetta. Jón Gunnar. Lemon Boy! The Fat Man! JKG! Plug! Butt plug! Gleðilegt ár þetta pjallaðinn. Gleðilegt ár, strákar. Gleðilegt ár. Hvernig ertu? Og langt sé ég heyrt í snur og törum. Þetta ekki góður? Ég er frábær. Það ekki? Það er gott að heyra. Jú, er Steindri sem með ykkur það? Já, ég er hérna. Steindi litli. Veistla. Þetta er fyrsta skipt sem ykkur kallar mig lítil. Þetta er ánægð með 33%. Virkilega ánægð með tekna. 33%. En Ekki hlusta á þetta. Það er ekkert ástæðalaus við ringjum þig. Nú. Tatman. Plug. Nú er bara komið nýtt ár. Það er komið nýtt ár. Nýtt ár, rétt. Ný tækifæri og ný markmið og við vorum að fá völvu hérna í hús. Fengum 3 ár. Jippi. Sko, ég ætla útskipta aðeins fyrir... Var Latta að skrifa hana með ykkur bara í morgun? Nei, sko, ég þekkist Kaf, skegnan gæja. Sem sko, hann er það skegnan fer ekki út úr húsi. Það getur ekki hitt alltaf þetta dáða fólk sem Kristóf partí hans eða? Egill fekk sennilega áræðalegustu völvuna. Hann er með það skegnan gæja. Já, hann er bara gæi bara sem sér framtíðin, hann er ekki flóknar af það. Og hérna, en ekki sko, þú gerir strax ráð fyrir því, Jen, að þetta sé slæm völva. Já, þú veist ekki þú? Ekki hendi Gísla, Eirík og Helga, þá veit ég þetta er trúarskapur, hann kontur bara með það. Ok, og byrjum bara á því, áður en við ræðum völvuna og þú gefur svona þína skoðun á henni, byrja á að lesa hana bara. Þetta er bara, sem ég fekk sent. Já, rendi yfir þetta. Ég fekk þetta sent. Magna hvað það sent, en það sinna áfram. Ég fekk þetta sent frá skegna vinnu mínu. Jón Gunnar Geirdal mun því miður ekki eiga frábært ár. Hann verður fullgóður með sig eftir að hann var útvarpsstjarna og rithöfundur sem enda með því að hann missir Lemon og missir plöggþjónustuna sína í Ísland. Takk. Einnig missir hann íbúðuna sína og bílinn. Og nánast alla vini sína. Þetta er rosalega. Einnig mun nákvæmlega ekkert ganga hjá honum í ræktinni. Þetta er völvan þín í ár, þetta er miklu meistari. Já. Þetta er bara mögnu bjartin eða það. Það heitir hann sólskinni fyrir vinnuðinu. Það stemmer. Þannig að ég verð ekki orðið sköllóttur, það hefur hent í lókinu. Stendur ekki gott ár ef að þessi völvan gengur eftir maður. Nei, ég held að síðast hefur slæm, var fertur, sköllóttur og þú veist, já. Þannig að þetta er ég bara ekki slaka til. Ertu, hérna, ég veit þú ert ekki kannski við vinið, en ertu hann svolítið góð með þér eftir þú varst útastjarna og rithöfundur og það? Áðmendast eitthvað? Ég myndi eitthvað með það. Og hann er rithöfundur líka, bara Halldór Laxness Gils og svo ég, sko. Ég bara að vera tónlistarmaður og svo setur eitthvað hljómborðum mitt í samband. Þetta lítur ekki nógu vel út maður. Jæja. Það veitum bara svona vonandi skýtur þessi kapskegni meistari. Vonandi. Já, ég þarf að ganga að hísja upp um þetta gengur ekki, sko. Þetta gaf hann að fá sér símtöl samt, sko. Og bara munna að vera góðu við litla mannin. Já, eigðu bara góða helgi. Já, það er bara svo vorið það er hringt inn í. Takk fyrir það. Bless. Þetta var ekki góð spá fyrir hann. Já, ég minna, veist, ég fæ þetta sent. Við fáum þetta sent. Það getur ekki verið reyður til okkur. Nei, já, sjálfsög. Við getum ekki stjórna völvunni, sko. Nei, það er ekki hægt að stjórna völvunni. Útsala, alltaf 70% afsláttur. Thierry Verslun, Suðurlandsbraut 32, thierry.is. Wow, Doritos og Bóli kynna Jimmy Carr í Háskólabíói 22. og 23. mars. Uppselt á 3 sýningar á skotstundu. Við bætum við 4. sýningunni. The average person in Great Britain laughs out loud 10 times a day. Not everyone, obviously. If you work in a hospice or with learning disabled adults, it could be 10 times that. Late Night sýning 23. mars klukkan 22:30. Miðasala er hafin. Enn og aftur. Sena.
Útsalan í fullum gangi. Ekki missa af henni. IKEA. Útsala, alltaf 70% afsláttur. Thierry verslun, Suðurlandsbraut 32, thierry.is. Þú fær skólavörðnar hjá okkur, A4. Alvöru burger og alvöru shake. Dirty Burger and Ribs. Miklubraut, beint á móti Kringlunni. Lavabarinn. Happy hours frá 6 til 10. Lavabarinn. 50% afsláttur í pool til klukkan 8. Biljardbarinn Faxafinni. 2 harðir og 1 mjúkur. FM 95 Blö. Alla föstudaga. FM 957. 5 Blö hér á FM. Með ykkur í dag Steinþór Hróar, Ráðan Blondell og DJ Muscle Boy. Og með ykkur til 6 í dag. Hér á FM. Hér á FM. Innkoman var eins og væri sól. Áttu ykkur á því. Þegar ég heyrði innkoman og hugsaði ekki, ég að fara Nauthólsvíkina eftir. Jú, sól og sumar. Þegar maður gerir það svo oft á Íslandi. Allar innkomar hjá mér eru fresh og hressar. Ljóta segist, það er fyrir að gera þarna Nauthólsvíkina, kannski aðeins dýrar að gera heitt, en hefði ekki verið betra að gera bara svona innan dyra skíðasvæði. Meiri líkur maður myndi nota það eftir. Já, en eru þið eitthvað hendi ykkur á skíði? Þú veist að það er alltaf tróðið Nauthólsvíkina í sömurinn, sko. Mæ, júni, júli, ágúst, stappað. Það er 2 daga þarna. Nei, bara... Mæ, júni, júli, ágúst, stappað í Nauthólsvíkina. Alltaf. Ég er í tím Nauthólsvík. Ofmat sem ég heirt á æðinni. Fólk að safna rigningu eða? Tím Nauthólsvík. Í fötur, já. Ég elska, það er svo gaman að fara Nauthólsvíkina í 20+. Bera sér olíu, pakka einhverju lúðum saman í blaki. Hvað fórstu oft í fyrra? Segðu satt. Give or take. Segðu satt. 150 sinnum með það. Segðu satt. Þú hefur ekki farið eftir einu sinni síðustu 5 ár í Nauthólsvíkina. Legarðin. Víst, ég var hann daginn að taka upp Muscle Bell-vídeóinu mínu og hljópi hana á ströndinni. Ég er að tala að mæta hana bara til þess að tana sig og... Það er 100 sinnum með eitthvað, ef ég svona, cirka. Næja, ok, en það er komið að dagskrárlið sem að, já, þetta er svona virtasti dagskrárliður FM 95 Blö, eini liðurinn sem að við kennum ykkur og, já, langlífasti dagskrárliðurinn í þessum þætti sem er orðin rúmlega 30 ára og það eru sturlaða staðreyndir. Ok, ég elska hann. Og það eru góðar í dag, náttúrulega búin að vera í góðu jólafrí og búin að safnast upp og með mjög skemmtilega stjórnlega staðrendir. Fyrsta, þungunarpróf Britney Spears seldist á $5,000 á eBay og það var einhver maður sem að fannaði ruslin hennar. Já. Og þannig erum við að tala bara tæpa 1 milljón. Já, eitthvað sem Britney er búin að míga á, eitthvað prigg. Já. Það er vel gert. En hvernig er hægt að fá það alveg sanna að þetta sé hennar? Það er, menn virðast bara einhvern veginn geta sanna það, annars væru ekki að selja þetta á eBay. Hún er ekki að selja þetta? Nei, bara einhver gaur sem að fann þetta í ruslinu hennar. Og, já, veist, hvað gerur sá sem að keypti þetta? Af hverju? Hvað átt að gera? Þú getur sett þetta inn í fallegan ramma og kannski með mynda, ég myndi, sko... Já, geima hvar? Ég myndi geta þannig. Ég myndi setja flott plaggat af Britney í fallegan ramma, setja spýtuna svona fallega á ská, kannski neðarlega hægra megin á plaggatinu. Já, og helst að láta koma svona, vera svona smá gullt í kring. Já. En sko ef ég það er að leysa þetta smeklega. Sko ef ég væri Hollywoodstjarna, þá væri ég í því að hrækja og pissa á dót og leyfa vinum mínum að selja það á eBay. Það er í því. Bara félagið mig kemur í heimsókn, hvað sér, viltu kúlu það? Viltu 1 milljón? Ég ætla að míga hérna á hana, gemsa hérna og henda honum á eBay, þú mátt fá 1 milljón hérna. Ég var alltaf að trýta mína. Ég vona að vera Hollywoodstjarna einhvern. Já, og því að flytja með út, ég ætla alltaf að vera að selja eitthvað shit að þér. Sko, þá meina ég að selja shit að þér. Já. En, já, ok, ég ætla að spyrja ykkur áður fyrir næstu og bara ennþá þetta á fyrstu. Já. Ef einhver myndi koma hérna og bjóða ykkur, þið mætti ekki selja þetta, myndi vilja eiga þungunarpróf Britney Spears? Nei, takk. Ég myndi ekki vilja það. Af hverju ætti ég heillar ekkert svo mikið? Nei, minna hvað maður að gera við þetta? Nei, já, ég veit ekki. Mér finnst þetta svo steikt. Mér finnst allt í lagi þú hitti kannski og þú sérði einhverja mannesku, allt í lagi að sníkina mynda og komin á 5. bjór. Ég er alltaf sökkar, ég þarf ekki að vera 5. bjór í því. Það er bara, ef það er Carl Kennedy og Neighbors, þá er ég mættur í mynd, sko. Þannig að ég skammast mér ekki til það. Ætlar á Carl Kennedy? Það er línan, skilur. Ætla ég á Carl Kennedy og spátt? Nei, ég hefði farið, en við erum veislustur. Þú ert mikill Neighbors maður. Já, hvað? Býtu, er hann í kvöld? Já, hvað heldur að ég sé bara að horfa á spilinu? Akkur förum við ekki á hann eftir,
vinnu og eftir, ég var til það. Nei. Jú. Svo svo fyndi, það láta allir eins og sé einhver súperstjarna komin, ég hitti Sverrir, hann var í morgun þættinum í morgun, þessi Carl Kennedy hana. Sverrir og Ósk bara, herðu, hann var ekkert smá næsmaður. Já, í alvörunni, var Carl Kennedy bara geðveikt næs, ekki svona hrokafullur stjarnan sem hann Þetta ekki slæst að lón, sko. Þetta sé maður. Ég held að við því lítið hrokafullur og myndi byggja bara rauða M&M eitthvað, veist. Ekki, enginn er náungan nema Íslendingar, sko. Það er næsta. Lundar, þeir made for life, eða svona eiga alltaf sama makan. Eitthvað fallegt við það. Það er mjög fallegt. Já, Lundar og Svanir. Þeir eru ekkert að skipta maka. Beautiful. Made for life. Þannig að þið sjáu Lunda þarna í Eyjum, þá vitið þið það. Bill Gates flög alltaf á second class eða monkey class alveg til 97 þó hann var í metin á $36 miljardar öll þessi ár þar á undan. Ég er ekki lægið með það, eða? Vá, hvað ég myndi ekki fara í monkey class ef ég ætti shit no cash. Ég myndi líklega að kaupa 4-5 sæti alltaf fremst bara til að geta verið með almenn leiðindi við fólk sem er í monkey class. Ég myndi svona labba niður, blessaði gamli, þú ert í monkey class? Löngu eru búin að kaupa með bara enga þóttu, sko. $36 miljardar, þetta er sinnum 120. Ég get lofa að Bill Gates rúlar ekki svona í dag, sko. Nei, en það stóð hérna til 97. Svo bara hefur hann gefist upp á og það ætla að spila eitthvað nice guy, sko. Ekki þreyttar á henni monkey class, ekki neitt. Þú alltaf þar. Ég er að býja eftir daginn sem ég er kúkakess, þá er ég fremst, það er bara hann. Þannig leið á pening og hætti þú í monkey class. Það er alltilega verið monkey class. Panteitt Volgan flug, svona eitthvað mojito sem er tilbúin í ferðunni. 10 cm í næsta sæti, það er badgarátandi fyrir aftur þig og þú ert skammaður og syngur eitt lag. Reyndar Iceland Express og sko hérna God Rest Its Soul, fínasta flugfélag. Það var eitt sem að downgreita það flugfélag. Fenguðu einhvern sem Iceland Express mojito? Nei. Það er vestið drikkur sem ég smakkað. Ég er svona ángríns, það er bara það var eins og þau náði það bara úr klósetin, ekki það auðvitað áttum maður að vita því að maður var ekkert að fara að fá eitthvað 5 stjörnum mojito í hálóftunum, sko, en hann var ekkert bak við að bara var ekki svo jarðabæra sushi og sushi sambaða. Það er rosalega fínt að panta sér eitt bara alveg Volgan, gin og tónik og græna Pringles. Það var maður bara fínt. Veist það, mér langar bara í flugvél núna. Hvað er skemmtilega? Svo fær maður sér kannski eina lummu í neðri vöruna. Því þú mátt ekki reykja þarna. Ég er nú búin að vera hættu núna í rúma mánuði. Þú veist, þú getur alltaf bara að fara á klósett og reykt þar, sko. Fattar enginn, prófa bara næstur að fluga. Næsta, mannakjöt bragðast eins og kálfakjöt. Það er vist einhver sem hefur smakað bæði. Það er satt ekki satt, þú veist, eftir hver það er. Ég nokkuð vissum að, þú veist, ég tæki góða bita af raskatinn og Macca Best til dæmis og síðan á Stonefucker. Annar er búin að vera mjög fytu miklu matara alla ævi. Ég held að kynna á Steinda sé bragðmeiri. Já, hann alltaf fytu meiri og líklega bragðmeiri. Viðurkenna það. Ef ég ætti að geta annan ykkar, segjum við til lendi í einhver svona live flugsleysi. Ég var einn eftir, þið báðu döðir. Myndur ég þetta raskata á Steinda frekar? Ég myndi ekki hika við að byrja á Steinda. Og ég myndi leifa það. Ég myndi bara hugsa. Ég myndi horfa á þig, vera upstairs og fylgjast með þér. Ég gef leifi núna fyrir alla sem er að hlusta. Ef ég er einhver staðar í einhverju sleysi og er farin til mig í geta mig til þess að lifa. Ég væri bara, vildi óska þess að ég er í getin. Bara þegar ég fer. Ég ætla bara að panta það með. Herðu, næsta. Kvenkinsrotta getur átt mög við alltaf 500 rottur á 6 klukkutímum. Það er ágætis ratio á 6 klukkutímum. En það, sko, það er ekki því sem fjölgar sér mikið og rottur, sko. Það eru snöggar eða ekki? Já, bara fer á hvað sem er. Það er alveg, fjölskylda er ekkert að hindra þar, sko. Nei. Svara, næsta. Spólgratt helvíti. Já, það er samt aldrei notað. Þú ert rottu graðið, maður. Það er eitthvað ógæslegt við það. Já, tjóðlættu, já. Menn segja stundu graður rotta? Já, menn hafa sagt að menn séu sko alveg pöttu graði, sko. Það er ekki pöttu ölvaður. Að vera grettu patta. Grettu patta. Pöttu graðir. Grettu patta er þetta síðan áhengi. Er konaðin stundum að segja þetta pöttu graðir? Nei, hún hefur nú örglega, hún hefur samt eitthvað tíma að kalla mig held í grettu pöttu. Það er svoleiðis? Nei, ég veit það ekki maður. Það er rosalega. Hvað kallir ég einhverju stuð? Svona þegar svona, þú veist, þegar ég fer og fýblast í stofinni, sko. Já, það er ok. Næsta. Thursday eða fimmtudag. Varstu fullur? Nei, ég veit ekki. Ég segi svona, ég man ekki eftir því, sko. Ég minnst það bara líklegt. Grettupatt ertu með þér. Það er ok.
Anskoti. Þú voru að komast í gegnum restina. Já, ég er að sjá þetta fyrir miður, ég að sjá þetta fyrir mér. Þú pottið í glasi, eitthvað að grettast og hún kallaði grettupötu. Það eitthvað svo. Akkur ég í glasi? Akkur þarf alltaf að tróða á mig einhverju áfengi og sígarettum? Er ekki komið nóg að því? Nú graðar í glasi maður. Herru, þá er næsta hérna. Thursday, eða 50 dagur. Okay. Hættu núna, ég má bara ekki horfa það. Já, Thursday. Það eitthvað. Ég get ekki horfa á grettupötuna. Hættu að horfa á hann. Já, Thursday, eða 50 dagur. Skýrður í höfuð á Thor eða Thursday hétt þetta á sínum tíma. Þess að tók ég sérstaklega verið þig Thursday. Já, það rosalegt. Thursday. Svo það kakalakar. Kakalakar, já. Þetta svo óþægilegt að fá hérna. Þeir búa til sín eigin. Fá svona hláturskastir, alveg, maður ræður ekki við þetta. Þeir búa til sín eigin hverfi. Kakalakarnir? Já. Já, þeir hafa kósi. Ég veit ekki hvort að kakalakar séu grettupötur, en þeir búa til sín eigin hverfi. Og það sem að ég hef verið að spá í, ætli að séu svona snobbhverfi, fattar þau? Þetta sé eitthvað hverfi sem er flott. Já, sé gettó hjá þeim. 100%. Ég held að sé pottið þannig, það er gettó hjá þeim. Streit kakalaki vann á hvar býrðu? Ég hérna, þú veist, hérna við hotnið. Ég upp á hæðinni þarna, hvað ert þú? Nei, ekkert þú ennþá í gettóinu. Helviti, ertu búin að koma vel fyrir, maður. Það getur vel verið. Það eru 3 ár eftir. Charlie Sheen borgar yfir 13 milljónir á mánuði í meðlög. Hvort ég meira en minna. 13 milljónir. Hvernig stendur á því? Er þetta ekki bara 40 skall á mánuði? Hvað er að gera þetta? Hann er með yfir $100,000 á mánuði. Þetta eru 2 eða 3 konur held ég. Hvað á marga grislinga? Ég veit það ekki, hann er bara stóð ekki. Það er einu sem baka mér. Er án svona mikið ungu börnum? Er þetta ekki að vaksið upp? Nei, hann er með nokkur unga. Svo það næst síðasta. Mæður sem eru stressaðar á meðgöngunni eru líklegri til að eignast börn með lægri greindavísitölu. Konur sem eru að hlusta ekki vera stressingum. Var eitthvað til að stressa á mömmu þinni að það er 80? Mamma sagði mig það sko, nei, ég get ekki sagt það. Hvað? Get ekki sagt það? Ok, en hún og veistu hvernig hann er byggðið mig til það? Hvernig Gilsi var til það? Hvernig hann var getinn? Já, á þjóðhátíð. Hvernig ósköpunum ætti ég að vita? Mamma og pappa á þjóðhátíð. Ertu afmæli í maí? Og þar var ég búinn til. Ertu þjóðhátíðar stemming? Og þetta er ekki svona líði, sko, mér hafa sagt þetta eitthvað tím. Ég vil ekki vita þetta. Hvítu tjöldunum eða bara upp í brekkunni? Ég breyta ekki. Ég meina, ég var... Ég elska þjóðhátíð. Ég gill þjóðhátíðar maður. Já, ég var allavega... Maður búinn til það, sko. Það sem ég veit er að ég var ekki planaður. Þú ert mistök? Hvað segirðu? Áttur heim í lakinu? Ég segi nú ekki mistök alveg, en ég var svona, það var ekkert eitthvað svona að vera að pæla og plana, sko. Ég bara svona mætti. Ég veit ekki með mitt. Ertu failure? Nei, ég held sko, ég myndi í alveg halda að svona 80% af þjóðinni... Var Steinþór aðeins og setna... Já. Ég segi líkurnar að því að þú... Eitthvað grættu patta hana, mætt hana heim og... Nei, ég sko, eins og ég segi, ég held að svona flestir sko, ég held að sé nú fáir planaðir sko. Blöðið mistök, 100%. Takk. Síðasta sturlaða staðreynd dagsins. Maur lyftir 50 sinnum eigin þyngd. Hvorki meira né minna. Það er rosalegt. Það er rosalegt, já. Það er einhver á Íslandi sem, hver er að lyftir einhver sinni þyngd hérna á Íslandi? Sinni eigin þyngd? Já, þetta er einhver að lið. Við tökum 3-falda líka snind, ekki 50 sinnum. Það er mikill munur á því snendi. Þetta voru sturlaða staðreyndir og sem betur fer náðum mér að í gegnum þessar grettupötu og náðu að klára þetta með stæl. Skiptibókamarkaður Pennans Eymundsson er komin í gang.
Þú fær meira fyrir bækurnar þínar í pennanum Eymundsson og meira fyrir peningin þinn. Einfaldlega meira. Birtu mynd af kvittun frá pennanum Eymundsson á Instagram eða Facebook síðu Eymundsson með hashtaginu meira. Daglega ætlum við að endurgreiða einum heppnum námsmanni skólainnkaupen hér á FM 957. 8. janúar drögum við svo út 20.000 króna inneign hjá pennanum Eymundsson. Þú fær meira fyrir peningin þinn og meiri pening fyrir bækurnar þínar á skiptibókamarkaði Pennans Eymundsson. Hvað það sem á 3 hæðum með glóðargrillari kjúklingabringu, brakandi stökku beikoni, guacamole og japönsku chili majónisi og segir klúpp. Klúppsamloka fabrikunar. Fabrikan. Það risapottur upp á 150 milljónir fyrir 13 rétta helgina. Ef þú veist ekki hvernig þessi leikir fara, hver veit það þá? 1x2 í tippum. Útsala, alltaf 70% afsláttur. Thierry verslun, Suðurlandsbraut 32, thierry.is. Þú færð fæðubótarefnin hjá Vaxtarvörum, vaxtarvörur.is. Ertu búin að smakka unaðslega pistasi-shakein okkar? Dirty Burger and Ribs, Miklubraut, beint á móti Kringlunni. Það tekur meðalmann 15 sekúndur að telja upp í 45. Nú árið 2015 og potturinn stefnir einmitt í 45 milljónir. Þetta bara einföld stærðfræði. Lotto, leikurinn okkar. Útsalan í fullum gangi. Húrra Reykjavík, Hverfisgata 50. FM 95 Blöð. Alla föstudaga. Party girls, don't get hurt, can't feel anything. When will I learn? I push it down. I'm the one for a good time call. Það dutin að maður mistök. Þetta þetta svo geggja lag, það bara að setja það á eftir. Þetta lag átti ekki að koma inn. Það átti að koma að pása eftir auglýsingar. Aha. Og komið hér að okkur aftur í smá. Þetta nú leiðilegt að taka þetta á nýja ári. Þetta svona pínu mentarskólaútvarp hjá okkur að lauma það inn lagi. Ég held að okkur verði nú fyrirgefið þetta. Já, mannlegir. Já. Það hins vegar komið að þriðju og síðustu völvu dagsins. Já, það komið að völvu. Já. Verðum við ekki að fá svona völvu betta undir? Eitthvað svona dubious? Nei. Við náttúrulega báðið búin okkar völvu, við höfum engan betta sko. Já, það er rétt. En ég get alveg hent í betta fyrir þig. Já, bara svona. Já, bara svona fjörið. Herru, ég jú, það er komið að völvu og sko, ég fekk nokkra móla senda. Þetta voru 3 mólar sem ég fekk senda og þetta er. Já, fekkstu bara 3. Þetta var ung völva hjá þér, ungu drengur eða ekki? Jú, þetta er drengur sem býr á Kjalarnesi. Kjalarnesi, já. Og er virkilega skikn og mamma nú ekki tala mikið völvuna, þetta er náttúrulega svolítið í trúnaði og svoleiðis. Ekki verið að gefa neitt upp. Nei, ekki verið að gefa upp, en þetta er svona skemmtilegt og svoleiðis. Ég væri reynda til í, þú þarft að vera klár fyrir mig með eitt, Öddi. Það var að ringja eitthvað? Já, ég væri til að ringja. Er það ekki svona? Þið gerðu það báðir og svona? Já, hvað ringi? Ég væri til að fá númerið hans Svessa. Það er Sverri Bergmann á línuna, en ekki strax. Skulum bara enda á því. Ég verð með það klárt. Þú verður bara með það klárt fyrir mig. Þá ætla ég bara að fara í fyrstu völvuna hérna. Það er ásatt í töframanna. Hindi. Það ertu bara að fara í íslenskt lúður eða? Alls ekki. Basically, og kallar það völvu? Nei, enga veginn, en ásatíð, völvan segir hátt og skýrt. Ásatíð töframanna verður haldin með pomp og prakt á þessu ári. Og töframenn Íslands sameinast í sumarbústað á Selfossi og snáðun nær hámarki. Það er það sem er að fara að gerast árið 2015 samkvæmt völvunni. Það vita allir töframenn að þetta verði algjör veisla þar sem þetta er svona 18+ bústaðaferð. Og það er svona árlegt. Vanir að vera með eitthvað yngri? Já, svona yfirleitt hittast þér allir, en þetta er svona bara, það náttúrulega mig ekki allir fara að gista og svona, þetta er bara svona 18+ bústaðaferð. Ungir og upprænandi töframenn fá ekki að fara? Nei, þeir eru ekki þarna, sko, en það verður mikið sprellað og galdrað. Ég verða að ræða fóreldriðan einhvern mann, hvað, hefur einhver töframaður gert þér eitthvað í æsku? Alls ekki, en það verður mikið sprellað og galdrað og eitthvað slegist, segir völvan reynda líka, en ekkert alvarlegt svo sem. En þekktu töframæður sem völvan neitar að nafngreina, harðneitaði einhver hluta vegna, tekur með sér sem sagt svona kamakratöflur í bústæðinni, einhverju svona flippi. Svona kamakra er svona Völvan er bara í íslenskt lúður. Nei, kamakra er svona nánasta sama og Viagra. Þetta er svona
Stinningarlyf? Já, svona svo kannski einhver áhorundu veit ekki, hafa aldrei heyrt það sko. Hlustendur. Og já, þessi ónafngreindi töframæður sem sagt mylur töflurnar ofan í svona töfrakoktel svona, sem allir svo drekka. Þetta svona flottu koktel, þetta samkvæmt völvunni verður þetta líklega gin og tónik með einhverju svona ávaxtadjús, reglíf og þurrís, svona galdralegu koktel, þú veist, og sjálfsögðu kann makartafla í hverjum koktel. Mikið ofbóðslega sér þessi drengur vel hann þessu ungi á Kjalarnesinu. Hann bara hann greinlega skeignast ræðum öllum sín. Já, bara klukkan hvað fá þessi drikkin. Já, það reyndar stendur það hérna niður. Ég fekk það sent líka þegar svo skálaðir og sturtaði sísi svona í kringum miðnætti. Ég var að gríla sko. Já. Ég sé einhverja konur hann. Konur? Nei, það fyrst að fara með stinningarlyf. Samkvæmt völvunni nei, ég ætla að lesa áfram, mér sýnist ekki en svo þegar sko fer taflan að kikka inn hjá mönnum menn fara svona hitna í framann og fá öran hérslátt fer þessi þekkti töframæður að tala svona different area code reglu og svona það væri ekkert gay að prófa sig áfram kannski með félagunum svo lengi sem það svona pókið á milli en nóttina fara sem sagt völvan segir hérna nóttina fara íslenski töframenn í orgju flott blendnar tilfinningar vakna upp hjá mönnum og fara íslenski töframenn í mikinn tilfinningar rússíbanna 2015 Þetta ídrasta völva Þetta segir völvan Mest, ég held að við hefum verið með rugl Þetta bara völvan Þú og töframenn maður Þetta bara völvan En það enga konu með þeim, eru bara að fara að pókast eitthvað? Það var, kemur ekki, völvan tekur allavega ekki fram að sinna á konu, nei. Okay. En það var annar móli hérna. En engar konur í töfra að gera? Ég bara þekki ekki. Íslensk töfrakona? Það kannski vantar svolítið á markaðin. Svo er það annar móli hérna og það er, það er völvan, nafngrinni þig, Blöndal. Gæti. Það er svoleiðis, Blöndaleri Hvað gerist á Blöndaleri? Já, hún sendir Þetta verði ekki áfram sköllóttir eða eitthvað? Þetta verði eitthvað svona Nei, völvan sendir hérna Auðun Blöndal sjónvars og útvarsmaður hittir draumadísina á skemmtistanum Thorvaldsen í bæ Nú, Thorvaldsen? Já Er hann ennþá á lífi? Hann er greinlega ennþá á lífi og í fullum gangi Ég er greinlega hangað á villisu stöðum Já, það er greinlegt, en hún er 7 barna móðir og svo litið 7 barna móðir? Svona veðruð í framann stendur. Hvað er það að byrja Mósk Norrfjörðu eða? 7 barna móðir? Já, hann tekur endur ekki fram að þessi hún en þessi kona er sem sagt svona hún er veðruð, þetta er svona húðin á henni svolítið svona, já, hún lítur út eins og sé búin að vera lengi úti í kulda. Já, hún er svona eitt stórt sigg í framan. Býtu, sagði ekki völvan ég myndi hitta draumakonuna mína. En það draumakona mín? Draumadísin. Vel veðruð 7 barna móðir? Já, sko, eins og ég segi, þetta er náttúrulega, já, en minna, akkur ekki, segi ég. En þið verðið mjög hamingjusöm. Þetta er bara mjög fínt hérna hjá þér. Þið verðið mjög hamingjusöm. Ástin blómstrar. Hún á 7 krakka, svo yngsti er hún... En hvað meinar þú með vel veðruð? Hún er bara... Hún tekin í framann? Já, svolítið svona... Hún greinlega kannski aðeins eldri. Já, kannski lifuð. Svona, hún tekur fram innan völvana. Húðin á henni er svolítið svona eins og eitt stórt sigg í framann. Já, ég bygg kóla Þetta er nú kroppaði það, við tækja verið hún er upp í sofa Robert. En já, hún á 7 krakka Yngsti krakkin er hún Fía litla, hún er 2 ára og elsti segir völvan að heiti Kristján og ég kallaður Stjáni Stunga sem er 18 ára Stjáni Stunga, já, Robert. Völvan segir að þú takir nokkra B5 ferðið með honum svona upp á guttvilið bara svona á 9 ári og kynnast honum og hans félugum sem eru mjög vafasamir, segir völvan Já, ég er svona að sleikja hann upp Já, bara svona aðeins að svona, þú veit með mömmu og svona og hann er mjög vafasamur og vinur hans og þú ferði mikla neyslu í kringum hann lendir á dælunni með Stjána Frábært ár Völvan í rauninni, sko þarna neitar völvan að tjá sig meira um þetta hún harðneitar að tjá sig meira um þig en hún tók það skýrt fram að þú myndi leggjast mjög lágt fyrir næsta skammti til að komast í næsta skamt þú lendir sérst á dælunni ég er að fara að sjúa fyrir dóp nei, ég sagði það ekki og völvan ekki heldur ángriðs, þetta er alltaf eitthvað svona kynnings völvan er ekki töframenn á einhverju orgíu með plastboka og ég hvað byrja með 7 barna lifaður móður og með Stjúpsson sem er dópisti og ég fyrir í ruglið hún er eins og eitt stórt sigg svo er þriðji mólin þá máttu hringja í Sverri já ok, við ætlum að vona að hann fái svona skemmtilegt og ég já
að þetta byrjaði svo vel Auðun Blöndal hitti Draumadís herru, förum með það Fyrsta setningi mjög góð Já, svo fór þetta pínu downhill eða ekki Halló Chubby little lover boy Hvað er að frétta? Swears to mouth Gleðilegt ár, elsku vinur Ég er aldrei ykkur saman Við erum alveg hægt að nota swears to mouth Já, hvað er að frétta því maður? Eins og það var nú skemmtilegt nafn, þú var svolítið hrifinn á því svo að segja ekki Já Hvað ert að bralla, Sverrir Bergmann? Ég siti hérna með frænku minn á kaffehúsi og mannunum minn og við erum að drekka kaffi bara í notalegðum Já, bara kósi Við heilsa frænku Já, við byggjum að heilsa þeim innilega Nú er komið nýtt ár, það er 2015 og ég ætla að koma bara beint að efninu sessið Völvan var að detta í húsi á okkur félagunum og við erum allir með okkar menn út í bæ sem eru alveg virkilega skyggnir Og Svessi kemur fyrir þinni völvuð ekki Hann kemur fyrir minni og þetta er frá mjög áræðlegum strák sem býr á Kjalarnesi alveg virkilega skygn Er þetta frá? Þetta er frá mikill miðl og ég ætla að lesa fyrir völvuna, hún er ekki alveg nógu jákvæð, ég ætla bara að fá smá viðböðu frá þér hérna. Sverrir Bergmann verður sóttur heim til sín í sjúkrabíl í lífsættu 2015. Þetta byrjar ekki vel. Þetta er ljótt. Nei, ég er nú ekki alveg, ég er ekki byrjað. Við mannum að klára. Þetta er fyrsta setningin. Við mannum að klára völvuna. Hvað er að gerast þetta strákar? Ertu þarna Sverrir? Þú heim í sjúkrabíl. Já, þetta ógeðslegt. Ég lendi því kallar mig, allir lendi því. Hvað er þetta með þig og slúðrið þitt og völvuna þína? Siggi Hlöður alltaf dáinn hér og hvað er svo Sessa að fara að deyja ára líka? Nei, hann er ekkert að fara að deyja neitt maður. Hvað er þetta? Við erum að klára þetta. Sverrir, þú verður sóttur heim til þín á sjúkrabíl í lífsættu, samkvæmt völvunni. Það þarf að bruna með hann upp á bráðamóttöku og dæla í hann sýklalyfjum. En Sverrir er að skríða í fertugt og spilar World of Warcraft samfleitt í 3 sólarhinga án þess að drekka og borða. Þetta er völvan að segja. Aðkoman verður hræðileg heimi á Sverri því hann fór ekkert á salernið alla þessa 3 daga sem hann spilaði, heldur pantaði sér pítsur í öll mál og hægði sér í pizzakassana því hann gat ekki rifið sér frá tölvunni. Þetta er rosalegt. Þetta er ekki gott Sverrir. Já, ég er enda veitur víst að Svessi komin aftur og fullt í World of Warcraft en verður þetta svona slæmt á árinu? Ertu að byrja að spila aftur Sverrir? Ég tala ekki við ykkur lengur. Nei, ok, svo kemur meira, Nú er hún jákvæð. Hún heldur hérna áfram. Sverrir yfirgefur sjúkrahúsið sem breyttur maður, laus við tölvufíkn og byrjar að nota salerni eins og venjulegt fólk aftur. Vel gert, Svess. En í lok árs tekur Sverrir Bergmann upp á því. Hann tekur vídeo af sér að hrista sig inn á baði og postar á Sörlífi Snapchat undir nafn. En glöggur áhorfandi Sörlífsins sér spegilmyndaðir inn á baði, sér spegilmynda Sverrir á baði og það kemst upp hann og Sverrir fær viðurnefni Fróarinn. Er þetta rétt Sverrir? Er einhverja líkur á þessu? Ég trúi þessi ekki upp á. Það er enga líkur á þessu. Það er enga, þú ert ekki því, þú myndir aldrei fara að taka upp eitthvað svona rugl. Hvernig getur við að ala barn upp bara með hann og svo? Ég meina, þetta er alltaf bara völvan sem... Það er þetta að gera. Þetta verður ekki alveg þitt ár, Svess. Sko persónulega ef ég ætti sjálfur, ef einhver myndi spyrja mig, er Sverrir að fara að hrista sín á baði og það kemur spegilmynda á hann að posta þessin á Sörlífi og hann fær viðurnefni Fróarinn, ég myndi segja gleymdu því, aldrei. Ég trúi þess ekki heldur. Takk strákar. En segðu mér eitt Svessi, verður alveg hreinskilinn. Ert að posta einhverja inn á Sörlífi það? Nei, ég er ekki fokkið. En búin að kíkja á það? Nei. En hérna... Undir hvað nafni gengur af það? Samkvæmt völvun, er það Fróarinn? Látum hann í frið, við byrjum að heilsa frængu. Já, ég skilja því. Farðu vallega á 2015. Algjörlega, stefnir í algjört rugl. Hafa augun í nakkanum. Já, ég nenni ekki að hafa þig upp á sjúkrahús og hvað þá voru að sérst eitthvað kipp í hann inn á Sörlífi. Nei, ég lofa. Ok, bæ. Þetta völvan var ekki næs við Svessa. Nei, og menn einhvern veginn... Er að koma illa út úr. Já, er ekkert alltaf sammála völvunum okkar hérna. Nei. Men okkur er svona leiðilega okkur, ekki svo við sem að við fáum þetta sendt frá KF's-gegnu liði. Já. En ég meina, hefur völvan ekki alltaf verið svona nett neikvæð? Já, og hefur yfir höfuð. Og hefur völvan einhvern veginn haft rétt verið sér? Nei, svo sem ekki. Ég meina, ég efast að hann fái viðurnefni Fróarinn ef ég var alveg hreinskilinn. Vonandi ekki. I'm the one for a good time call, phone's blowing up. Bring on my doorbell, I feel the love, feel the love.
Alltaf dreymt að sjá Kínamúrin. Fyrir 320 kall og með smá heppni gætirðu skoðað hann. Úr geimnum. Eurojackpot. Föstu dagur til fjár. Rifin okkar þykja meðal þeirra allra bestu. Dirty Burger and Ribs. Miklubraut. Beint á móti Kringlunni. Thule og Dominos kynna. Þeir eru komnir aftur með glænýtt uppistand. Lengi lifi Mið Ísland. Miðasala á miði.is. Janúar tilboðin í 10.11 eru fersk eins og nýja árið. Buy IG á 399 krónur. KitKat á 99 krónur. Hámark á 199 krónur. Og Trópi appelsínu 330 millilítrar á 149 krónur. 10.11, fljótlegt og þægilegt. Útsala, útsala, útsala. Hagkaup. Kofinn kofinn sem allir aðrir kofar hræðast. Kofinn, Laugavegur 2. Hafðu það hollt á nýju ári. Spínat grænt, járnríkt og ferskt og passar ákaflega vel á alla okkar báta. Subway. Ferskleiki okkar bragð. Ætlar þú að vinna næstu helgi? Hvernig væri þá að vinna 20 milljóna? Potturinn stefnir í 45 milljónir á laugardaginn. Lotto, leikurinn okkar. Þú ert að hlusta á FM 95 Blu. Það hárrétt hjá þessum snilling. Þú ert að hlusta á FM 95 Blu hér á FM 957. Það Auðun Blöndal, Egill Einarsson og Steindi Junior sem eru með ykkur til 6 í dag. Við erum góðar, 23 mínútur eftir. Já, og erum í miklum gýr. Já, völvurnar búnar og ekkert við okkur að sagast. Það sjálfsög ekki. Fengum við bara hérna úr bæ. Já. Og var þetta ekki bara ágætis ár fyrir flesta í þessu völvum? Jú. Kom þetta ekki bara einhver jákvæð sem heilt yfir? Já, þetta var svona, bara kom flott út svona í heildina sko. Sveið með það. En það komið hins vegar að dagskrálið sem ekki með neitt trailer en hins vegar orðin vikulegur hjá okkur og heitir Hvort myndirðu frekar? Já, æsilegt. Anskotin, ég alltaf svolítið kvíðinn fyrir þessum dagskrálið. Þér finnst það erfiðar en myndirðu fyrir cash? Já, þetta eru erfiðari spurningar. Já. Það hann aðeins öðru í þessi liður. Já. Og þú hrifin á hann samt ekki? Jú, mjög. Já. Þá hér kemur fyrsta spurning sem hún fekk mig til að hugsa en ég veit svarið mitt. Okay. Hvort myndu, það byrja svona pínu barnalega en ég lofa ykkur kæru hlustendur, það smá pælinga bak við þetta. Já. Hvort myndu frekar borða kúk með súkkulaðibræði eða borða súkkulaði með kúkbræði? Já. Ok, þessu er svona tricky. Borða kúk með súkkulaðibræði. Er það bara delicious súkkulaði bara pudding? Já, bara er þetta bara eins og súkkulaðís? Þú veist þetta er kúkur. Þú veist þetta er kúkur. Já, en bragðast eins og bara bragðast eins og brauðpálssúkkulaði, snikkast eitthvað. Gæti bitið í njálk. En ís sem bragðast eins og kúkur. Eða bara súkkulaði. Nei, súkkulaði. Chocolate. Sem bara með kúkbræði, sem bragðast eins og kúkur. Það bitar í súkkulaði. Bara eins og Maltesers, en það er kúkur. Það er kúkur sko. Nei, hitt er kúkur. Ég vel kúkin með súkkulaðibræðinu. Þú tekur það? Já. Ég var ekki þín að bræða. Finnst þið gott að borða kúka? Þú ert að fara að geta kúk, ekki ég er að fara að geta súkkulaði. Það er að bragða þessu kúkur. Já, það skiptir ekki máli, þetta er súkkulaði. Já. Þú ert að fara að geta skít, það er svo þú er að gera. Nei, það er þú sko. Ég er bara að setja búið góða mynd í tækið og borða kúk með súkkulaði. Hvort tækið þú, Steindi? Ég myndi alltaf taka súkkulaði með kúkabræði. Já, það ekki. Sam og ég, þá ertu alltaf að geta súkkulaði. En hefur þú smakkað kúk? Veistu hvað þetta er vont að bragða? Ég hef ekki smakkað kúk. Þú lætur samt eins og þú að smakka það. Nei, ég meina, veistu hvað sem vont þetta er það? Nei, ég gerir bara ráð fyrir þetta sé hrikalegt. Þú kúast og ælir og Já, akkur frekar ekki borða bara gott. Því að ég veit að ég er að borða súkkulaði. Ég veit bara, ok, þetta er allt í hausnum á mér. Ég kemst bara yfir þetta bragð að þetta er súkkulaði. Ég veit að það er ekkert í þessu sem er viðbjóðslegt. Þetta er bara nammi. Þetta er bara chocolate. Þannig að ég kæmist í gegnum það held ég með hérna kannski. Og meðan setur þú með þetta bíómynd í gangi að ég ta kúk. Sem er góður á bragðið. Virkilega góður á bragðið. Þá er það næsta. Þetta er mjög óþægilegt. Mér finnst gaman að þið voru ekki sammála. Ég fíla það þegar svo er. Egill myndi fara í kúkinn, þú fari í súkkulaði. Já, ég verð að viðurkenna. Heyrðu ekki hvernig það hljómar, Egill? Egill myndi borða kúkinn en Steindi súkkulaði. Kúk sem er technically chocolate. Ég er nokkuð vissum að kúkur sem hotlar en súkkulaði. En minna, þú veist, hvernig hægðir eru þetta? En geta hann ekki, þú veist, orðið sára lasin yfir? Nei. Þetta er bara svo hundar ég dótt skítunum sjálfum sem sko. En Pulla ekki, ég heiti Pulla. Já, Pulla hefur svona, hún hefur sýnt öðrum kúk áhuga en ég næði alltaf að stoppa þetta. Já, sem betur þér. Ég ætti að vona að þú getur stoppa hana. Hún er svo hamstur, 70 kíló. Næsta, hvort myndið frekar vilja vera einn
1.25 eða 2.50? Já 1.25 eða 2.50? Já. Ég hef nú áður sagt að í þessum þætti að sko, ef þú ert 1.25 þá farið vonda þjónustu. Ég hef séð að gerast, með byrjum En sko, ef þú ert 2.50 þá kemstu Það var maður í húsasmiðinu sem var bara ég var næstur var bara að vera, þú veist, það kom illa fram með hann Akkur þetta Að því að maður lágvaxinn. minnihluta á Ég er alls ekki að gera það. Hvernig var hann? Þetta fannst mér lélegt Ég breytti röddin óvart reyndar. Ég Er það svona sem leikur fólk sem er minnið Hvernig var hann sem komst í Ég er lágvaxinn sjálfur. Ég má gera grín að lágvaxnu fólki það er ríkalega erfitt að vera 2.50. Já, það er bara, þú færði ekki föt eða skó eða neitt á því sko. Nei, og fyrir utan það er starra á þig. Þú veist, það er hort á þig allstar. Það er enda kostur nú 1.25, maður sér þig. Það sér þig enginn. Ég meina sko 2.50, ég er farin í NBA og ég er farin að rækja cash, það er ekki flókið sko. Ég meina, þú fær ekki alltaf inn einhvern körfubolta kunnáttu. Þú þarf ekki geta neitt úr 2.50 hæð. Það er bara hannig. Það er bara að færa boltan senda hann. Það er undir körfunni, réttu með hann og ég treð. Er þetta bara cable guy, feed me under the board and you'll find out. Það er enda, ef þú ert 2.50 þá er það enda alveg fít punktur. Hvað er körfuboltamenn, hver er meðalhæð körfuboltamans? 2 metrar eða eitthvað? 2.5. Þið takir báðið á 2.50 fyrir eitthvað 1.25? Nei, ég myndi taka 1.25. Það er gaman að sjá þig 1.25 stendi með sama andlit. Með sama andlit? Hvað meinar þú? Bara með hennan feita haustinn á sem lilla búk. Ég væri meira til að sjá það. Feita haust. Ég er bara hreinskilin. Það væri ömulegt að vera 2.50. Það væri ömulegt. Já, bæði er ljótt að segja. Ég held að bæði, sko, fólk sem er 2.50 og fólk sem er 1.25. Ég held að þetta er ekkert eitthvað svo óskæði, sko. Nei, það er bara vesen að finna föt. En það er, sko, það er alltaf að vera 2, sko. Minnst það, menn sleppa alveg. Hvað ætlum maður að vera gamall þegar maður var 1.25? Á hvað aldrei er maður svona 125 cm? Hvað eru að tala 5 ára eða? Ég bara þekki það. Er þetta eitthvað þannig? Passa það ekki? Hver eru dvergamörkin? Svona 5-6 ára. Dvergamörkin held ég yfir 150 eða eitthvað. Nú, þú ert bara basically að tala um að viltu vera að reysa það dvergur? Já, þetta er pínu þannig. Maður er bakveikur ef maður er 250. Þú getur að bóka bakveikur 100%. Já, lifist upp sko. 100% bakveikur. Ég myndi vera 1.25 og verða alveg 110 ára gammal. Já, þú verður svona lítill hobbiti. Já, hobbit. Mér ætla bara að hljóma vel með þess að. Ég ætla að NBA á tróða yfir. Herru, aftur eru ósámála. Ég er gaman að þessu. Ára síðasta. Hvort myndið þið velja, getið tekið bara annarkort. Geta bara kvíslað alla ævi eða bara öskrað alla ævi. Kvíslað. Já, er hún létt þessi kannski? Já, sko, hefur hort á mynd með það er samt rosalega vont að kvísla öllu. Það er rosalega perralegt. Bjöllinur leikari kvíslar öllu sem hann segir. Hvað segir? Þú ert að tala þarna. Þú ert að vera svona. Nei, þetta er kvísla. Hvað segir þetta? Kvísla bara svona. Þú ert ekki að kvísla ill. Þetta sem í kvísla. Þetta er kvísla. Hvað segir það? Hvernig er þetta? Þú ert að tala ill. Svona tala bjöllinu. Já, ég er ekki að spyrja hvort þú viljið tala eins og bjöllinu. Ég er að spyrja hvort þú viljið kvísla eða öskra allt eitt líf. Það er ekki góðir. Já, þetta er bjöllinu sko. En hann vittur að tala um, þú veist, ef þú verður já, segjum að bara einhver myndi kalla þig fáita eða eitthvað, bara úr í bíó og það myndir að lappa upp á hann. Lendur þú mikið í því í bíó? Kalla mig fáita. Þetta er ekki hægt. Sko, Steindi, en eða þú ferð eins og þú gerir 3-4 sinnum á dag á KFC til dæmis afgjöfstukonan er í max 40 cm frá þér. Ég ætla að fá hjá þér Singer með frönskan. Þá ætla að færa hann afgjöfstu. Þú ætla að fara í þetta. Allir starf á þig í staðan frá að lendi fyrir ekki hvað sagður þú? Nei, fá þetta. Já, maður alltaf Það er skárra. Þá var gefurni merkjum að halla sig fram og kvíslar í eiraðun og tekja öskur við allan staðin. Kvísli eirana, þetta er svona tæki. Ég ætla að taka öskur. Það er svona meira valdið. Þú tekur öskurinn? Já, er það ekki að fara að segja táen bara strax, þú veist, það er miklu betra. Rættu bara alltaf að vita, hann er mættur og vill fá að borða það. En þú ert ekki bara að fara að Kentucky eftir öskura, sko. Þú ert að tala um dóttiðina og fara að sofa og hvernig að ég elska þig og allt svona, þá ert það öskrið allt. En ef einhver öskrar á þig, eins hátt á hann getur að hann elski þig, þá er hann að meina það. Þetta er bara vænt að heyra það. En þú tekur kvíslið Egill? Já, eitt tek bjöllin. Þið voru ósammála í öllu í dag, ég fíla það.
Mama called about the paper, turns out they wrote about me. Now my broken heart's the only thing that's broke about me. So many people should have seen what we got going on. I only wanna put my heart and my life in songs, writing about the pain I felt with my daddy gone, about the emptiness I felt when I sat alone, about the happiness I feel when I sing it loud. He should have heard the noise. Hamingju með það, Hedegaard, hann á hamingjusömu heimili og já, það eitthvað sem frábært. Vonandi flestir eru á. Já, mér líður rosalega vel heimi á mér strákar. Ég fer oft bara inn í skó og slaka á. Já. Það svoleiðis. Það ekki. Áttu góð inni í skó? Verður þetta í æfisögunni? Ég á fína inni í skó, ég á svona hósur. Ég fekk inni í skó í jólagjöf frá Agli. Manchester United inni í skó. Ég ekki grínst í ykkur. Þetta, sko, inni í skór og náttbuxur, þetta svona klassískar gjafir, en þetta bara must have. Já, líka bara alltaf gaman að Þú verður að eiga góða náttbuxur. Ég hef ekki verið Fingubrækur. Og ég ekki að ljúga þessu. Ég nú með 2 drengi sem að nú fengi að búa heima þegar svona milli íbúða. Já. Síðan að í svona góð 10 eða 15 ár hef ég aldrei verið á heimilinu mínu í buxum. Nei. Það alltaf fyrsta sem ég gerir þegar ég kem heim. Ég klæði mig á buxunum og ef ég í peysu eða eitthvað og fer í svona mínar heimilis stuttbuxur. Svona innigalla. Já, ég ger það líka. Og ból. Þú gengur ekki í nærbuxum, það eitthvað sem félagur þurfum að fara yfir sko. Þetta nærbuxum núna. Hvað þetta? Þetta nærbuxum. Ég er búin að ganga í nærbuxum núna í meir en 1 ár eftir að vinur Jóa Áspjörs lendi því að það kom einhver hræðileg hlutu fyrir hann að vafðist einhver upp í gallabuxunum og ég hef ekki þórað að vera nærbuxum. Hvað gerist nákvæmlega? Þetta gamla góða bara rennilásinu? Nei, hann lendi í einhverju. Hvað gerist? Bara einhver viðbjöður og Jói sagði mér að, sko Jói var aldrei í nærbuxum. Var hann sérst bara ekki í nærbuxum, í gallabuxum? Já. Og það gerðist eitthvað? Já. Hvað gerst eiginlega? Einhver viðbjöður. Máttu segja? Hvað meinarðu? Einhvað fyrir félagann á honum og það var til þess að ég er búin að vera í nærbuxum síðan meir en ár, ég hef bara ekkert verið að auðlýsa það. Ég ætla ekki að lendi í þessu. Nei, nú fengi ég eitthvað sýking. Samt ég ákvæmt að gangið í nærbuxum blöð sko, því að veist, ég hef gist með þér á hótelum og það frekar þreytt viðurkennið að þú sett ekki í nærbuxum. Í okkar sambandi þá er ekki ég sem er viðurkenndur sexambi sko, en það skal ekkert fara að rífa kjaft. En ég er búin að minka svolítið. Sexambið þetta? Já, þetta er viðurkennd veiki blöð, það sem fólk káar á öðrum í svefni. Það er margir með þetta. Ég hef aldrei heyrt þetta áður. Það heitir sexambi. Þá bara út sopnar og þú veist þá kannski óvart og blöðu sofandi hérna og óvart fer eitthvað að strúka lærið á honum eða eitthvað. Þetta er bara rosalega góð afsökunni þér að segja þetta sé óvart. Maður er sofandi. Maður er sofandi blöð. Og varst það að þreifa á þetta? Nei, hörðu, ég vaknaði eins og við það hann stóð yfir mér allsbyr. Hvað með það? Ætlar ekki að segja fólki það? Þú ert búin að segja á sögur svona 50. Hvað var að gerast á ykkur? Ég var að labba í svefni. Ég labbaði ekki eitthvað til svefni. Ég labbaði beint til mín, stóði yfir mér. Og þú að þreifa hana með hann? Nei. Voruð þið ekki bara No homo? Ég sagði við hann hvað hætti að gera og sagði öskraði á mig tilbaka hvað þú að gera. En svona í svefni, mér finnst mjög líklegt að þið hafa verið að trýta hvern annan í svefni samt. Ekkert homo við það, sko. Þið voru sofandi, en þið voru samt örugglega fóruð alla leið með. Ekki neitt. En það er eiginlega komið að lokum hér hjá okkur í dag, kæru hlustundur búið að veistlari með ykkur. Já, það er eitt sem ég ætla að ræða við ykkur sem að, ég ætla að spyrja hvað þið myndu gera í sömu aðstöðu. Þetta er hljóma fáránlega en ég sver þetta er dagsatt. Ég lendi daginn í ræktinni jólafríinu að ég er búin í sturtu og er að snúa mig svona við hjá skápnum mínum og er að fara að klæða mér nærbuxnar og mér finnst eins og þessi gaur sem stendur beint á móti mig, hann er með síman svona neðarlega og er bara svona, mér fannst eins og hann var að taka bara dickpic af mér og ég er ekki að ljúga og hvað fórst þið ekki ösk á drengin? Það kom ekkert hljóð og svona hann hefur bara verið með á silent og ég hugsa að ætla hann að taka myndar eða var hann að taka myndatippina og ég fór bara, það fór svo margt í gegnum hausum á stuttum tíma ég gat samt ekki spurt hann hvort hann að vera að gera það og mér leiði svo illa kvöldu og alveg nokkra daga eftir hvort það að vera kannski að fara að senda mér þetta eða eitthvað svona. Hvað sagður ekki bara tókstu mynda PS-inu á það? Af því að ég fór að hugsa þetta, ég sneri mig við og ég fór strax að hugsa og ég spurði hann bara, herru, varstu að taka mynda tippina mér og hvað, svo fæ ég andlitið bara af hverju óskopan ætti ég að taka mynda tittlingum að þér ógeði, það er svo margt að ef maður ekki að því þá er þetta svo vond spurning hjá mér. Já, en þú ert public figure, þú hefði getað sagt svona, heyrðu, afsakið, ég ætla ekki að hljóma eins og ég sé alveg fullkomlega geðið ykkur neitt, en mætti ég nokkuð
beðið að eyða svona dick pics og smetla limnum. Já, það sem ég að segja, ég bara beðið það fallega. Ef hann var að skoða bara eitthvað SMS eða eitthvað sjálfur og var ekki að taka henni mynd, þá kemur þetta svo hræðil út. En ef hann myndi þá er eins og ég sé bara eitthvað í klefanum, bara halda allir að taka tippa myndir. Nei, ef hann hefði verið, ég var að senda þetta félag mínum eitt SMS eitthvað og segja bara, sorry maður, mér fannst þess að væri eitthvað. Ég veit ekki, hann heimdi sín bara, hefðu, hvað heldur þess að Öddi Blöð hann bara eitthvað, held ég var að taka myndatippin og hvað er hann eitthvað, vangið Hvað heldur hann að sé þessi Öddi Blöð? Já, þetta er svo vant. Lappar búningsklefann að rífi menn og taka myndatitlinum á mér. Nei, en þú? Það fóð svo margt í gegnum hausinn á mér og það endaði bara þannig, ég byrja að svitna og hugsaði með mér, nei, ég get ekki snúið mig við og spurt hvort hann er að taka myndatippin á mér. Og ég er ekki búin að fá sent neitt og engar hótanir hingað til, þannig ég verð bara að vona það besta. Þetta er sannsa. Já, þetta er ótrúlegt. Endum þáttina á... Menn þurfa bara að fara varlega í styrtuklum. Mjög eðlileg saga og eðlilega samræður hérna. Menn eru samt ekkert í þessu held ég. Verður þau ekki að treysta okkur öðrum og konurna líka í klefunum að það sé ekki verið að taka titpics þar? Ég meina, er þetta ekki bara, þú veist... Þetta er sko ólöglegt. Þú er nú verið svona ekta ólingur Steindi að fá einhverja vinkoninu til að vera að taka titpics í klefunum. Ég? Ertu eitthvað geðveikur? Ég var ekki eins og ég átti ekki GSM sem eða ólingur. Hann var ekkert mættur, sko. Nei, ég segi ef þú er ólingur í dag. Það er alltaf, þú veist, ég skil ekki. Mér finnst eins og ég sé lang heilbrestur í þessu stúdíu. Akkur þarf ég alltaf að vera dörti í gaurinn. Þú ert eiginlega græddum pallan í það. Alls ekki. Það er komið að lokum í dag. Takk æðislega fyrir hlustununa, kæru hlustendur, vonandi hlustiði sem oftast árið 2015. Við verðum mættir hér eftir viku með, við ætlum að lofa nýjum dagskrárlið. Brakandi fest, nýtt stöff í næstu viku. Já, bara með mikla veislu. Hafið það gott helgina og heyrumst eftir viku. Rísapottur upp á 150 milljónir fyrir 13 rétta helgina. Tæklaði þetta á netinu eða næsta sölustad. 1x2 í tippum. Útsalan er hafin í FNF. Alltaf 50% afsláttur. FNF Kringlunni. Hoi An, hæg elda nautakjöt, brakandi fest kimchi, sjóðheit bang bang sósa, steikt fest grænmeti, hvítlaukur og kóríander. Dominos kynna, þeir eru komnir aftur með glænýtt uppistand. Lengi lifi Mið Ísland. Miðasala á miði.is. Stór útsala tölvulistans er í fullum gangi. 1000 tölvuvörur á alltaf 70% afslætti. Tölvulistin. Útsalan er í fullum gangi. Húrra Reykjavík, Hverfisgata 50. Handgerð list, beint á þinn disk. Saki-barinn, Sushi & Sticks, Laugavegi 2. FM. Föstudagurinn 9. janúar í dag, komið sæl. Á þessum degi 2007 kynnti Steve Jobs fyrsta iPhone-in, pældi því.